ég bara að byrja? Já. Forseti, góða kirkjuþing. Við hefjum daginn með því að íhuga Guðs orð og fara með faðirvorið okkar og syngja svo eitt sálm. Hann kemur hérna upp á tjaldið númer 450 og minni sér hver morgun á. En textin sem að ég vel yfirskrift síðasta sunnudag sem að gildi þá út vikuna hjá svona samkvæmt nýjasta plaggi sem ég hef frá Perikópunefndinni, að þá það yfirskriftin eru Davíðssálmarnir 104, lofa þú drottin sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Amen. Og samkvæmt sama lista og takk fyrir hann, Bryndís Malla, þú ert nú víst í nefndinni, að þá það þannig að fyrir mánudagsmorgun eftir 14. sunnudag eftir þrenningarhátíð að þá lesum við úr 40. kafla hjá Jesaja spámanni. Hefjið upp augun og horfið til himins, hver hefur skapað allt þetta? Það hann sem kannar her stjarnana allan með tölu, nefni þær allar með nafni. Þar sem hann mikill að mætti og voldugur að afli, verður engrar vant. Hvers vegna segir þú Jakob, hvers vegna tala þú svona Ísrael? Vegur minn hulinn drottni, Guð minn skeytir ekki rétt minn. Veistu ekki eða hefur þú ekki heyrt að drottin eilífur Guð, sem skapaði endimörk jarðar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki. Viska hans órannsakanleg. Hann veitir kraft hinum þreytta og þróttlausum eykur hann mátt. Ungir menn þreytast og lýjast, æskumenn hnjóta og falla, en þeir sem vona á drottin, þeir fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. En þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Og við skulum leggja allt í hendur drottins og allar okkar bænir í hug og hjarta í bæn sem að hann kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Oss minni sér hver morgun á, Guðs mildu föður náð, sveipar myrkrum sólu frá og sendir geislum láð, og sendir geislum láð. Oss minni fögur morgun sól, á morgun sól þá fyrst, skín hjá drottins dýrðarstól, vor drottin Jesú Krist, vor drottin Jesú Krist. Oss minni ljúfur morgun blær, á mætan sannleik þann, að andi Guðs æ oss nær, þótt ei vér finnum hann, þótt ei vér finnum hann. Oss minni sér hver morgun nýr, á mild aldrei dvír, og sorgar myrkrið svart að
sól Guðs líknar skín, sól Guðs líknar skín. Oss minni sér hver morgunstund á miskunn Drottins þá, lætur eftir banablund, oss betri morgun sjá, oss betri morgun sjá. Guð bless okkur daginn og störfin í dag. Takk. Þriðji fundur kirkjuþings 2020–2021 settur. Við göngum til dagskrá. Fyrir tekið 26. mál, fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar brottvísanir flóttafólks sem hefur fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki, flutt af vígslubiskup í Hólum, framsögumaður Sólveig Lára Guðmundsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt tillögu til þingsályktunar brottvísanir flóttafólks sem fengið hefur alþjóðlega vernd í öðru ríki. Og hljóðar svo. Kirkjuþing 2020 hvetur íslensk stjórnvöld til að hætta að vísa umsækjendum alþjóðlega vernd úr landi án efnislegra meðferðar hælisumsóknar, þótt þau hafi þegar hlotið hana á Ítalíu, í Grikklandi eða Ungverjalandi. Yfirvöld í þessum löndum virðast ekki þess umkomin að skapa þessu fólki mannsæmandi aðstæður og möguleika á að byggja sjálfum sér og börnum sínum örugga framtíð. Þjóðkirkjan hefur sérstakar áhyggjur af börnum í þessum hópi. Svo kemur greinargerðin sem ég ætla ekki að lesa. Þið hafið væntanlega lesið hana öll en eins og þið sjáið að þá fjallar þetta Dyflinnarreglugerðina sem semst heimild í íslensku lögum en ekki skylda. En íslensk stjórnvöld hafa í mörgum tilfellum ákveðið að láta hana gilda sem reglu í staðinn fyrir heimild. Nú, eins og gefur að skilja að þá kemst fólk frá stríðshrjáðum löndum illa til Íslands án þess að koma við í öðru landi áður. Það engin bein flug til Íslands frá þeim löndum sem fólk helst á flótta frá og þar af leiðandi koma þau oft til landa fyrir botni Miðjarðarhafs eða við Miðjarðarhafið og þar eru eins og kemur hér fram oft óviðunandi aðstæður og eins og við höfum öll fylgst með í fréttum að þá hafa Móría flóttamannabúðirnar á Lesbos í Grikklandi nýlega brunnið til grunna og þar eru 12.000 manns sem voru í þeim flóttamannabúðum og það ekki hægt að reyna að ímynda sér hverjar aðstæður þessa fólks eru. Þannig að þess vegna hef ég lagt fram þessa tillögu. Við höfum, það kom mjög vel fram hér í gær í umræðum stefnumótun í málefnu flóttafólks sem að biskup Íslands lagði fram hér í gær að Íslenska þjóðkirkjan að vinna mjög gott starf meðal flóttafólks og hælisleitenda og Tossiki Tóma sem í fullu starfi sem að prestur innflytjanda að hann að vinna þrekvirki en mér fannst ekki kannski koma nægilega fram að það eru 4 aðrir prestar hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru honum til stuðnings en að sjálfsögðu það þarf að auka þarna við það lið sem unnið En ég legg þetta hér fram til annar umræðu og í allsherjarnefnd. Takk.
Þá gef ég orðið laust 27. mál. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti. Afstaða kirkjuþings í málefnum flóttafólks og hælisleitenda kemur skýrt fram í framlögðu máli nr. 25 á yfirstandandi þingi sem var hér rætt síðast í gær og stendur vel sem afstaða þingsins í málinu. Það mín skoðun að það þjóni ekki kirkjuþingi nýja þjóðkirkjunni að taka þátt í viðkvæmri pólitískri og populískri umræðu með málflutningin sem viðhafður í þessu máli. Þingið getur ekki sannreynt fullyrðingar sem fram koma í þessari ályktun og getur því ekki sem kirkjuþing gert málið að sínu. Afstaða okkar sem einstaklinga getur verið á annan veg en þingið verður að gæta að stöðu sinni. Orðið laust. Hjalti Hugason tekur til máls. Forseti, þetta mjög brýnt mál og mikilvægt að kirkjan einmitt kannski fylgi eftir síðasta máli í einhverja þessa veru og þá á ég við að þó að stefnan sé nú kannski ekki, eða kannski þó ekki sé búið að samþykkja stefnuna, þá svo sem ekkert of snemmt að breyta í anda stefnunar. Þannig að ég tel að það sé mjög mikilvægt að kirkjuþing fjalli þessa tillögu og í raun og veru hefur manni blöskrað hvernig íslensk stjórnvöld hafa notað Dyflinnarreglugerðina og það kom ágætlega fram hjá vígslubiskupi og ég fagna þessari tillögu. Fleiri hafi, já, Guðlaugur Óskarsson tekur til máls. Forseti, mér finnst svolítið munur á því hvort að við höfum þá skoðun og teljum ástæðu til að fylgja eftir síðasta máli með því að leggja svona mál fram. Hvort að við gerum það með því að núa stjórnvöldum nasir að þau beiti ekki góðum aðferðum eða hvort við biðjum þau að beita eða áminnum þau að beita góðum aðferðum. Það sem ég á við þetta að hér stendur: Kirkjuþing 2020 hvetur íslensk stjórnvöld til að hætta að vísa umsækjendum alþjóðlega vernd úr landi. Ég held að þetta myndi breytast verulega ef við skrifum undir það að Kirkjuþing 2020 hvetur íslensk stjórnvöld til að vísa umsækjendum alþjóðlega vernd ekki úr landi án efnislegra meðferðar. Að þau hvetja til að vísa ekki úr landi í stað þess að segja að við hvetjum til þess að hætta þessari ósvinnu. Takk. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og þá tekur framsögumaður til máls Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Já, ég vil þakka fyrir þessar stuttu umræðu og þakka Hjalta fyrir stuðningin
og ég tel að með þessari tillögu séum við einmitt að fylgja stefnunni sem að biskup Íslands flutti hér í gær. Varðandi tillögu Guðlaugs Óskarssonar að þá tek ég undir hana og styð hana. Takk. Þá fyrri umræðu lokið 27. mál á þingskjali 26, tillaga til þingsályektunar brottvísanir flóttafólks sem hefur fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki. Lagt til að máli fari til síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt til að máli fari til allsherjarnefndar, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Fyrir tekið 27. mál til fyrri umræðu. Tillaga til þingsályktunar að skipa nefnd til að endurskoða starfsreglur kjör til kirkjuþings nr. 1075 frá 2017 með síðari breytingum og starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa nr. 333 frá 2017 á þingskjali 27. Flutt af Guðmundi Þór Guðmundsssyni og fleirum. Framsögumaður Guðmundur Þór Guðmundsson og tekur hann nú til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar að skipa nefnd til endurskoðunar á starfsreglum kjör til kirkjuþings og kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Hún hljóðar svo: Kirkjuþing 2020 til 2021 ályktar að kjósa 3 manna nefnd til að endurskoða starfsreglur kjör til kirkjuþings og starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa og semja tillögur að nýjum starfsreglum. Tillögurnar miði einkum að því að tryggja að kosningakerfi þjóðkirkjunnar sé lýðræðislegt og að jafnræðis sé gætt. Nú það fylgir þessu máli greinargerð og auk þess má minna á það frumvarp til þjóðkirkjulaga sem að kirkjuþing fjallaði og það sem beinlínis einmitt tekið fram að hún skuli í störfum sínum hafa í heiðri lýðræðislegar hefðir og að gæta jafnræðis. Þannig að vonandi þetta í góðu samræmi við þá sýn sem að birtist þar. Í greinargerð með málinu farið yfir tölur og ég ætla nú ekki að þreyta menn á því að fara að lesa þær upp eða þylja þær eitthvað hér. Þetta stendur bara þarna. Nú það var og vildi svo, mér líkur að segja vel til að það fór hér fram umræða kosningamál almennt, kjörgengi og kosningarétt og fleira og þá birtist meðal annars ýmiss konar, þá komu fram margvísleg sjónarmið eins og hvort að ég var ein kjördeild og hvort að allir eigi að kjósa í kirkjunni 18 ára og eldri og svo framvegis. Og þannig að ég held að ég skynja það þannig að kirkjuþing sé reiðubúið til að fara í þessi mál og endurskoða aðeins hvernig þessu öllu fyrir komið og ekki hvað síst í því ljósi að kirkjuþing að axla væntanlega stóraukna ábyrgð á skipulagi og fjárhag þjóðkirkjunnar meir en áður var. Nú annars vegar hér að ræða kjör til kirkjuþings og það þá í mínum huga og ég tel að meðflutningsmenn mínir flestir eða allir vilji að þessi nefnd verði málið samþykkt hafi sem allra víðtækasta umboð til að skoða bara rauninni alla hluti, jafnvel hluti eins og samsetningu kirkjuþings, fjölda þar og annað. Það eru fylgiskjöl í málinu, ég vek athygli þeim, þar meðal annars farið yfir tölur og sýnt með grafískum hætti hvernig þetta kemur út í núgildandi kerfi og síðan vildi ég aðeins nefna það að þegar ég hef áður vitnað hér til Feneyjanefndarinnar sem eru sérfræðinganefnd mannréttindi og túlkun mannréttindasáttmála Evrópu. Þar segir nefndin á einum stað að almennt skuli misvægi atkvæði ekki fara yfir 10% og alls ekki yfir 15% og það farið yfir þetta í greinargerðinni líka. En eins og ég segi, farið málið áfram og fáið það samþykki, þá finnst mér að það megi velta fyrir sig spurningum eins og hversu margir eiga að sitja á þinginu, hverjir eiga að hafa málfrelsi og tillögurétt, kjörgengi og kosningaréttur, allir þjóðkirkjumenn, á það eigum við að taka það upp. Nú svo málefni sem varða starfsmenn þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Við höfum fengist við það í kirkjunni að prestar hafa boðið sig fram til Alþingis og tekið það sæti og þá þurfti að
í rauninni að skera úr það hvort þeir eru að vera í launalausu leyfi og meðan þeir sætu á Alþingi. Auðvitað er þetta ekki alveg sambærilegt, en eins og ég segi, þetta kemur upp. Spurning væri til dæmis, menn hafa talað að banna eða skerða möguleika starfsfólks Þjóðkirkjunnar Biskupsstofu á því að bjóða sig fram og kjósa. Önnur leið gæti verið svo í sjálfu sér að leyfa það en að menn eru þá jafnvel að fara í eitthvað svona leyfi á meðan þeir sætu. Þetta eru allt bara áhugaverða spurningar sem við svörum ekki í dag. Hvað með unga fólki? Hvernig ætlum við raunverulega að tryggja samþykkt kirkjuþings, okkar eigin samþykktir hlutdeild unga fólksins í stjórnum, nefndum og ráðum? Ef ég man rétt þá held ég að ungt fólk ætti að eiga 5 eða 6 sæti þá á kirkjuþingina í núverandi mynd. Ætlum við að hafa eina kjördeild? Það var kom óbeint umræðan inn á það varðandi frumvarpið, þar sem talar að leikir skuli vera fleiri en lærðir. Það er hvaða skilaboð fælast í því að hafa það í lögum. Girðir það fyrir eina kjördeild? Ég tel svo reyndar ekki vera. Svo er auðvitað spurningu listaframboð sem hefur oft komið upp í umræðinu á undanförnum árum. Og þar kveiknar þá önnur spurning, eiga að vera raðaðir listar eða óraðaðir eins og sagt er. En aðalmálið er það að fá þessa vinnu í gang, skoða alla þessa hluti, fylgja nýjum lögum þjóðkirkjuna þá eftir atvikum með endurskoðuðu kirkjuþingi og við væntanlega vonandi fáum kannski þá afurð af starfi nefndar ef samþykkt verður hugsanlega fyrir marsþingi en þá í síðasta lagi fyrir haustþingið á komandi ári. Þetta fer auðvitað allt eftir hvernig mönnum gengur að vinna þetta, fari þessi vinn í gang. Ég legg til að málið fari til annarar umræðu. Ég legg til að málið gangi til allsherjarnefndar. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti, ég hafði nú nokkuð stór orð hér í pontinu val og veitingu. Það er nú bara fallegt við hliðina á þessu. Mér sýnist að skrifstofustjórinn hafi komist að því að höfuðborgarsvæðið eða Reykjavík, kjördæmin og Kjalarnes hafa meiri hluta. Þau hafa 15 en hin 6 hafa 14. Og af hverju segi ég þetta? Það er vegna þess að svo umræða hefur verið mjög uppi hér undanfarin ár að sum mál þurfi 2/3 til þess að ná í gegn og ég býst við því að svona breyting á kjördæmaskipan eða kosningafyrirkomulagi til þingsins að þá myndi það þurfa að gera það og þar af leiðandi er tækifæri núna meðan að höfuðborgarsvæðið hefur þó þennan meirihluta, hreinan meirihluta á þinginu að láta kné fylgja kviði og rista kerfið upp. Það er þannig að eins og ég hef sagt hér áður í þessari pontu hér, ræðustól, að á Íslandi er svolítið sérstakar aðstæður. Alþingi hefur ekki til dæmis treyst sér til þess að fara þá leið að í ljósi þess hvernig Ísland er í laginu að fara sitja eitt atkvæði einn maður. Það eru aðstæður sem að gætu verið varasamar að gera það. Ég meina, það dregur tennurnar gjörsamlega úr kirkjunni í landinu, þjóðkirkjunni. Hún er dreifð allt land, út á Ystnes og þetta lítið fallega út á blaði, þá kemur þetta öðruvís út. Þetta að mínu viti fara út í þessa umræðu með þessum hætti að ætla sér að fækka fólki landið og auka það hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er ávísun á mikið ósætti. Það er ávísun á klofning jafnvel
og mikið ósætti í kirkjunni. Fólk út landið verður aldrei sátt við þetta. Og þar sem við erum nú að tala hérna til alls landsins í beinni útsendingu, þá var ágætt að það komið fram að hvernig að þetta virkilega verið að þrýsta á það að færa allt valdtinga suður. Og það ekki nóg að hafa hreina meirihluta, það verður helst að hafa aukinn meirihluta. Þetta bara yfirgengilegt og á málinu eru þeir sem flytja málið eru allir héðan af höfuðborgarsvæðinu, eins og eðlilegt er. Og ég vil bara spyrja vígslubiskupana og biskup Íslands og óska eftir því að þeir svarið því hér fyrir framan alþjóð hvort að þeir vilja fækka þingmönnum á kirkjuþingi landið. Ég kem upp aftur og eftir og svara öðrum. Takk. Til máls tekur Þuríður Víum Árnadóttir og síðan Skúli Ólafsson. Forseti, ég sammála þessari tillögu að ýmsu leyti en á sama tíma mjög ósammála eftir að hafa lesið greinargerðina. Ég sammála því að það þurfi að endurskoða þessar reglur og það vegna þess að við erum til dæmis búin að samþykkja þetta kvótamál að hér eiga að vera samkvæmt samþykktum kirkjuþings 40% konur, 40% kallar og 20% ungt fólk sem skilgreint sem fólk undir 30 ára og kannski það of lágt og kannski mætti hækka það upp í 35 ára, ég veit það ekki, en í dag ekkert sem tryggir það að þessu sé framfylgt. Og þess vegna held ég að sé alveg sjálfsagt mál að setja saman nefnd til þess að skoða þetta og yfirfara þessar reglur. En ég vona að sú nefnd passi mjög vel upp á okkur landsbyggðarfólkið, því að í greinargerðinni nefnilega meðal annars lagt til að það sé skoðað að fjölga kirkjuþingsfólki á höfuðborgarsvæðinu og fækka kirkjuþingsfólki á landsbyggðinni. Og ég ekki að gefa mér það að þetta verði útkoman, en þetta hættulegt. Og vissulega fleira fólk á bak við hvern þingmann úr Reykjavíkur kjördæmi, en það segir ekki allt. Í Reykjavíkur prófastsdæmi vestra, Reykjavíkur prófastsdæmi eystra og Kjalarnes prófastsdæmi eru til dæmis 36 sóknir. Í Hólakjördæmi eru þær 103 og í Skálholtskjördæmi 127. Og ég held að það hljóti að telja líka. Ég til dæmis hérna fyrir hönd fólk sem býr frá Skagafirði og alla leið niður á Djúpavog og það gríðarlega stórt landsvæði, alls konar mjög ólíkar aðstæður og margt að koma sér inn í, margt á að hlusta. Og mjög margir sóknarnefndar formenn sem treysta á hvert og eitt okkar. Ég hérna með 103 sóknarnefndar formenn á bakinu. Og ég vona að þetta verði skoðað vel og allar hliðar þessa máls teknar inn í. En ég samt sammála að þurfi að endurskoða þessar reglur og ég mun styðja þessa tillögu þó að ég sé svolítið hrædd fyrir hönd okkar landsbyggðarfólksins. Takk fyrir. Til máls tekur Skúli Ólafsson og síðan Gísli Gunnarsson. Forseti, ég meðal þeirra sem sagt að baki þessari tillögu og það engin vafi á því í mínum huga að það algjörlega tímabært fyrir okkur að fara yfir þessar forsendur allar eins og framkom í máli Guðmundar Þórs. Þá eru mjög breyttar aðstæður í kirkjunni og það væri hæsta máta óeðlilegt ef við tækjum ekki kjör kirkjuþing fulltrúa og fleiri mál til endurskoðunar núna. Ég hins vegar mér finnst einhvern veginn rökréttara, það fór nú bara fram hjá mér að gera ekki athugasemd við það áður en að þetta fari til löggjafarnefndar. Mér finnst það frekar heldur en allsherjarnefndar. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum Kristján Björnsson. Forseti, þetta nú eitt af þeim málum sem virðist alltaf þurfa að vera til umræðu
Og ég spyr mér nú ofta því að hverju þar sífellt að vera að breyta því sem í alveg þokkalegu lagi. Mér fannst dálítið sérstök svona röksemd hjá Guðmundi Þór að segja að kirkjuþing þyrfti nú að fara að axla meiri ábyrgð og þess vegna væntanlega þarf bæði að fækka á þinginu og hafa meiri hlutan héðan af höfuðborgarsvæðinu. Aukin meiri hluta meiri segja. Ég held að ef við ætlum að, ég tek fram að tillagan í sjálfu sér ágætt, en greinagerðin, hún greinilega fjalla bara misvægi atkvæða. Ég vil minna á að ef þetta yrði svona eins og greinagerðin bendi til, þá held ég að sjónarmiði hér á kirkjuþingi gæti orðið ansi einsleitt. Og við þekkjum það sem búum við landið að við erum yfirleitt í varnarbaráttu með alla hluti. Og það mjög mikilvægt fyrir þjóðkirkjuna að við horfum til landsins alls. Og hér legg ég áherslu á orðið þjóðkirkja. Mér líkar það illa að fara að nota á vegum þjóðkirkjunar bara að tala kirkjuna. Það á að nota orðið þjóðkirkja af því að við erum þjóðkirkja. Hvenær myndi þjóðleikhúsið fara að kalla sig leikhúsið? Þetta bara prinsippmál sem ég held að við verðum að halda í heiðri og við erum þjóðkirkja ef við horfum til landsins alls. Það sagt á fallegum stundum að sóknin sé grunneining þjóðkirkjunar. Og eins og Þuríður Víum benti á að þá eru sóknirnar ansi margar út á landi og auðvitað skiljið það að þær eru fámennar og það reiknast ekki eins og þegar talið eitt atkvæði eigi að fylgja hverjum þeim sem kýs allt jafnt yfir landið. Ég segi það að ég get samþykkt tillöguna og ég myndi þá kjósa að við myndum nú sýna það í verki allavega í þessari 3 manna nefnd yrðu ekki allir úr Reykjavík. Nú, það gaman svona geta þess að vígslubiskupinn í Skálholti sagði í sjónvarpinu í sumar að Skálholts biskupsumdæmi væri allt landið, sagði þetta mikilvæg hógværð og bætti svo við að nema Norðurland og Austurland. Til máls tekur Kristján Björnsson og eftir honum tala Steindór Haraldsson í annað sinn. Já, átti ekki að biðja orðið aftur. Forseti, ég held að Steindór hafi bara verið að fagna þarna. Það verið fagn. Það skórað á mig að tala hérna í þessu máli. Það ekki sprottið af þessum imperialisma sem að glitti þetta í og Gísli benti á. Ég man ekki eftir að hafa haft svona hik á eftir all landið og eða nema. En það hefur stundum verið miklu einfaldara að skýra dæmi út þannig. En þannig að og svona þetta bara staðreyndir. Það þannig að í þessu kosningakerfi, það búið að sameina þetta töluvert mikið, þetta eru sömu kjörmenn sem kjósa þá núna til kirkjuþings og til biskups og mér fannst vera góð þróun í því að kjörmenn í Skálholtsumdæmi, sem maður vitnar nú í það aftur, eru þá komnir í tæplega 1000 manns og að þurfa að sækja umboðið til þeirra og leggja undir þeirra dómgreind svona margra, þó að sé ekki annað en bara þetta að kjósa einn vígslubiskup, að það finnst mér vera mjög lýðræðislegt, mér finnst það mjög gott. Þá hafa komið fram ágallar á þessu sem eru aðalega
ég hef ekki tekið eftir því að það sé neitt að há okkur gríðarlega mikið að hvað atkvæðavægið er ólíkt á milli umdæma eða prófastsdæma, en það sem háir okkur er þáttakan, og það sem háir okkur alveg gríðarlega mikið hér, og þess vegna styð ég það að það verði farið í endurskoðun á sem sagt, kjöri til kirkjuþings og væntanlega líka þá til biskups. Ég held að þetta hanga saman, vera jafnvel sami hópurinn, bara kjörmenn, og þeir getur þá líka tekið þátt í að kjósa sér prófasta og svo framvegis, að þá er það þannig að eins og þeir kjósa presta í sínum prestaköllum. Ég held að þetta eigi að vera svolítið sama í hópurinn, og það er nú verið að leggja ýmislegt til í sambandi við valnefndir, en þarna held ég að þetta vera bara gegnumgangandi í kirkjunni einhver kjörmannahópur í hverju prestakalli, og sem tekur bara að sér, og hann bara hefur gefið kost á sér að vera í þessari nefnd, kjörnefnd, til þess að kjósa bara allt sem þarf að kjósa í kirkjunni. Mér finnst það bara vera mjög eðlilegt. Það gleymist aðeins í, og vantar mikið í þessa greinagerð, að þá staðreynd að í kirkjunni er ekki alveg venjulegt lýðræði, heldur hefur það byggst upp á mjög langum tíma og kallast fulltrúalýðræði. Þannig á meðan við höldum sókninni sem grunneiningu, þá þarf hún að eiga aðild að þessu fulltrúalýðræði, og það bara vill svo vel til, eða vill svo til víða á landsbyggðinni, að sóknir verða mjög stórar en jafnvel mjög fámennar. Þannig að þetta bara hagar svona til í þessu landi, og ég held að það er ekki að draga úr því, heldur sko því atkvæðavægi sem menn hafa sem sóknarnefnda fólk, þó að það sé sem sagt, orðið mjög mikið færra fólk á bakvið. Það er verið að taka þetta út í tillögunum nýja valnefnd, en ég held að við verðum að fara, sko, við verðum að halda þessu samhengi miðað við sóknina sem grunneiningu. Við felum mikla ábyrgð og sjálfstæði, og við eigum að tengja það sem fulltrúalýðræði við að við erum með, láta það ganga upp allt kosningakerfið í kirkjunni. Og það sem hefur eða batnaði mjög mikið við síðustu kosninga var að kjörmannahópurinn, hann stækkaði mjög mikið í kjörnefndunum í stóru prestaköllunum. Og ég held að það hafi verið bara mjög góð þróun á margan hátt, fá fleiri inn, álit fleira fólks og dómgreind fleiri inn í val, og ég held að það sé bara mjög mikilvægt. En ég vara svo bara enn og aftur við því að stilla upp landsbyggð og þéttbýli. Við tókum nú eina snerruna hér þegar ég var í Eyjum, og Vestmannaeyjar voru ekki þéttbýli af því þau voru ekki í Reykjavík, og ég benti flutningsmanni mitt á, og það kom fram í einhverju máli, ég man ekki hvað það var, en þá benti ég honum á að þéttbýli hlyti nú að vera skilgreint út frá því hvað er langt á milli húsa þar sem fólk býr. Þannig að þéttbýli er nú víða á landinu, en það er alveg svakaleg þróun á Íslandi sem er ekkert endilega æskileg, og það er það hvaða safnast stærri og stærri hluti landsmanna hér á suðvesturhornið. Þetta er þróun sem við getum í sjálfs ekki skellt skollaeyrum yfir, en við þurfum að átta okkur á því í hvað stöðu fólk er út á landi þar sem atgervisflóttin er jafnvel, eða þetta sog til allra stjórnsýslu hér í Reykjavík. Og þetta er að hafa áhrif innan kirkjuna líka, með sog á fjármagni til Reykjavíkur í það sem er sko bara innan kirkjunar, og ég bara að tala um það. En ég held að við þurfum að hugsa þetta út frá því sem ekki kemur fram í greinagerðinni, sem er dýpri skilningur á fulltrúalýðræði í kirkju, og það er kirkjulegt, og við getum aldrei, nema við förum í almenna kosningu sem er nú einmitt verið að afnema hérna samkvæmt einni tillögunni val á presti, að nema við förum bara út í almenna kosningar. Og ég held að það yrði ekkert slæmt
En það töluvert misvægi á gildi atkvæða í alþingiskosningum ennþá og það rök fyrir því og það misvægi í atkvæðavægi innan kirkjunnar til kirkjuþings en mestu vandræðin sem við stöndum fram fyrir, mesta ógnin og hættan sem við erum í hér þegar við tölum kosningar og sérstaklega kosningar til kirkjuþings hvað eru fáir sem kjósa, hvað eru fá atkvæði á bak við hvert og eitt sem eru hér og það svona dregur svolítið úr umboðinu sem við höfum. Mér finnst það verður ofsalega veikt og vand með farið þegar 5 manns hafa ákveðið að kjósa einn fulltrúa hér og þá hefur það lítið batnað frá því að ég reiknaði einhvern tímann þannig til að hér var prestur sem hafði 3 atkvæði og var hér í 2 kjörtímabil á minnstakosti, hann hafði 3 atkvæði, 3 manneskjur á bakvið sig fyrir utan sjálfan sig og þau voru reyndar öll í fjölskyldunni en það sama og við höfum líka annað dæmi það sem í heilu kjördæmi var prestur hér sem var á þinginu. Ég tók þetta bara vegna þess að ég gat svo auðveldlega talið það að þá voru þá í því tilfelli voru bara 3 sem fengu þá hugmynd að hann ætti að fara á kirkjuþing og þar með talið hann sjálfur. Það var metið held ég. En vandinn hjá leikmönnum á vissunátt stærri, erfiðara átt að segja á honum að því að það auðveldara að telja prestana en það að í þeirri kjördeild en það þessi litla þáttaka. Sem sagt, þessi þáttaka í kosningunni sem slíkri svo óskaplega döpur og við verðum að gera eitthvað. Þess vegna bráð nauðsynlegt að fá svona frumvarp til þess að fara í það. Það aðal vandi myndi ég segja. Og ég ekkert að segja að fleiri og fleiri verði alltaf betra og betra en það samt þannig að ef það ákveðin fjöldi sem á að kjósa ætlað að gera það eða fali það verkefni að þá mjög mikilvægt að við náum upp góðri þáttöku. Það aðalatriði. Takk fyrir. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og eftir henni Stefán Magnússon. Forseti, ég held að þetta sé góð tillaga og þörf á því að skoða þetta. Ég tek undir það að vandamálið bæði að fá fólk til að kjósa og fá fólk til að gefa sig fram, sérstaklega hvað leikmenn varðar, að það komi fram fólk sem virkilega þekkir til og hæft og vill kynna sér málin og vill fara í málin og eins þetta að fá fólk til að kjósa. Og við viljum hafa unga fólkið inni og hvernig ætlum við að finna þetta unga fólk sem ætlar að vera inni. Við þurfum að hugsa það líka. Og það var nú verið þannig í almennum kosningum að yngra fólki það færri og færri sem kjósa. Þannig að það svo margt sem þarf að skoða til að fá virkilega góða fulltrúa og mér finnst mjög ánægjulegt að hafa fulltrúa á landsbyggðinni á kirkjuþingi og ég held að það eitthvað sem við megum ekki missa af að heyra raddir frá landsbyggðinni. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti, það gæti nú ýmislegt fróðlegt og skemmtilegt komið út úr þessari nefndavinnu ef að þessu verði hleypt á stokkunum. Það svo sem ekkert einstakt að það sé ákveðið ósamræmi milli annars vegar tillögu hins vegar greinargerðar en það víst tillagan sem hann að samþykkja en ekki greinargerðin. Það ýmislegt sem lítur að koma til skoðunar þarna.
Til dæmis hlutfall eða sko leikir lærðir. Það má spurja sig að því, það eðlilegt að 40% þingsæta séu frátekin fyrir starfsmenn? Það þarf einhvern veginn að sko leggja fram réttlætingu á því. Stenst það jafnræðisreglu, stenst það stjórnarskráð út í það farið. Ég var búinn að minnast á þetta áður hér á þinginu eða hvort það var á 19 þinginu, en þetta er eitthvað sem þarf að skoða. Og það að fækka þingfulltrúum á landsbyggðinni, flytja þá hingað suður, það hérna, jú, menn getur svona gert það ef menn halda að starfi verði eitthvað öflugra fyrir vikið. Hins vegar náttúrulega hægt að sjá það alveg hendi sér sko, að ef að starfsmönnum verður fækkað verulega á kirkjuþingi og leikmönnum á landsbyggðinni fækka líka og segjum bara að við Steindór bara værum ekkert hér á þinginu sko, og það vantaði helminginn af prestónum hérna sko, þá var þing haldið miklu tækiskemmri tíma. Þetta myndi muna bara fleiri dögum. Og þetta hlýtur náttúrulega að vera þungavigt líka í nefndarstarfinu framöndan. En það er náttúrulega lapsus að hvað fáir kjósa sérstaklega í leikmannahópnum. Og það vill nú kannski svo skemmtilega til, þrátt fyrir allt að ætli ég sé ekki svo leikmaður kirkjuþingi sem hefur hlutfallslega flest atkvæði bak við mig. Ég held að svo að sé. Ég held að það hafi verið alveg upp undir 40% kosningar þáttaka þar í Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófasturinn. En hvað það? Það er nú svo sem ekki atriði málsins, en sko, menn er eitthvað að misskilja þetta í sóknarnefndum að sko þetta er ekki bara kosningar sko að menn megi kjósa, heldur lít ég svo á að menn eigi að kjósa. Þetta er hlutverk sóknarnefnd að kjósa. Ef það sjónarmið mitt er rétt, þá eigum við að setja það í starfsreglur að sóknarnefnd skuli kjósa til kirkjuþings. Og að því við erum nú í einu máli hér að taka fyrir breytingar á starfsreglum fyrir sóknarnefndir, þá ættu nú kannski bara að lauma því þar inn í leiðinni. Ég hef haft þá sýn að okkur beri að auka verulega kosningaþátttöku í núverandi kerfi áður en við förum í það að hafa almennar kosningar alls þjóðkirkjufólks til kirkjuþings. Ég sé ýmsa stóra vankanta á því að gera þetta almennum kosningum, en ég held að við séum bara ekki komin það langt sko, þó að vissulega beri að stefna að því að svo verði. Og spurningum ein eða fleiri kjördeildir, ég sé ekki fyrir mér að landi geti orðið eitt kjördæmi. Það var gert þar var verið að kjósa þarna til stjórnlagaráðs eða hvað það hét. Og ég held að hafi komið í þeim stóra hópi 2 á landsbyggðinni sko. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir og eftir henni Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég styð þessa tillögu þó ég hafa náttúrulega engar atkvæðisrétt, en sem slíka, þar að segja tillöguna sem slíka,
Ég held að það hafi verið misráðið hjá þessu ágæta fólki sem að flutti hana að flytja þessa greinargerð vegna þess að það hún sem fer svo fyrir brjóstið á fólki og þar sem að það var nú beint til okkar biskupana beinni spurningu sem að við vorum hvött til þess að svara frammi fyrir alþjóð og þá náttúrulega skorast ég ekki undan því og get svarað því neitandi, Steindór Haraldsson, ég ekki fylgjandi því að fulltrúum og Hólastifti sé fækkað og síðan langar mig til þess að aðeins að leiðrétta vinkona mína Þuríði varðandi stærð Hólastiftis. Það nær sko frá Prestbakka í Hrútafirði sem sko vestan við Hrútafjörðin og það nær suður til Álftafjarðar sem 40 kilometra fyrir sunnan Djúpavog. Þannig að þetta gríðarlega stórt landsvæði og mér langar til að þakka Gísla fyrir að minna mig á, ég nefnilega sýndi mér það hvað ég alls ekki langrækin. En það var náttúrulega alveg ótrúlegt sem Íslandsbiskupinn í Skálholti sagði í viðtali að Skálholtsstifti væri næstu því bara allt landið nema bara ekki Norðurland og Austurland. Þannig að nú varðandi það sem að Margrét vinkona mín sagði, varðandi unga fólkið, þá bara verði ég að segja ykkur það að það var alveg fullt af ungu fólki undir 30 ára aldri sem bauð sig fram til kirkjuþings núna síðast, fyrir 2 árum síðan. Öflugt ungt fólk sem mjög aktíft og búið að vera aktíft í æskulýðsfélögum þjóðkirkjunar undanfarin ár sem að bauð sig fram til kirkjuþings og því miður voru þau ekki kosin inn. Því að ef að þau væru hér núna að þá hefði það gert þingi svo miklu ríkara. Þannig að munum það að halda kvótana næst þegar við kjósum til kirkjuþings, hvað svo sem verður með hverjir svo sem hafa atkvæðisrétt þá, en ég vil endilega hvetja til þessara vinnu að endurskoða þetta hverjir hafa kosningarétt, því að það virkilega nauðsynlegt að skoða það alveg með bursi frá því hvaða hlutföll verða milli þéttbýlis og dreifbýlis. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Hjalti Hugason. Forseti, örfá orð hérna. Ég átta mig á þessum vanda sem við stöndum frammi fyrir og ég held að hann sé tilkominn ekki síst vegna þess að með viðbótarsamkomulaginu þá fylgdi þessi setning að kirkjuþing fer með æðsta vald í málefnum, ekki bara málefnum kirkjunar, þjóðkirkjunar, heldur líka fjármálum. Sem sagt að hvernig á að velja til hins æðsta valds og menn átta sig á því að ein rökin sem menn hljóta nýta hvernig dreifast atkvæðin. En ég nú með patentlausn á þessu. Það sem nefndin gæti haft í farteskinu sínu, þó ég geti svo sem talað við hana líka, að eins og núverandi kerfi og á margan hátt það bæði óréttlátt og réttlátt, að þar sem lítil kosningaþátttaka að þá verði bara slembuúrtak úr því kjördæmi. Þannig að það ekki örfáir á bakvið hvern mann heldur bara að það gert slembuúrtak úr félagtali þjóðkirkjunnar á svæðinu. Það er búið að tryggja það með einhverjum hætti að það sé einhvers konar þverskurður af fólki sem kemur. Mér finnst þetta alveg brilljant hugmynd að þar sem menn kjósa ekki, gegn ekki sínu embætti að kjósa, að þá það tryggt að það bara slembuúrtak. Og slembuúrtak ekkert slæmt. Það að fara með vald, eins og ég sagði, tengist hvernig valið. Og ég vil náttúrulega vera valinn ef ég á að fara með vald. En ég verði ekkert valinn ef kosningafyrirkomulagið breytt. Mér finnst líka afskaplega slæmt þegar menn koma með hugmyndir eitthvað nýtt sem gagnast framtíðinni
að fara að tala strax ósætti eða klofning, menn gleyma því kannski að við eigum að starfa sem kirkja, við erum eitt þó við séum ekki eins. Ég hef tilhneigingu til þess að treysta fólki til þess að sinna kirkjunni sinni, því að sá sem lastmælir gegn heilugum anda fremur þá synd sem aldrei verður fyrirgefin, ef maður les textan rétt. Þannig að þetta mjög mikið alvaramál að sinna störfum af heilindu fyrir kirkjuna, og ég ekki að væna neitt þetta. Hins vegar þar að sinna þess ekki, heldur það að nálgast svona feikt og stórt mál með ósætti ekki gott. Og ég vil geta þess að Þjóðleikhúsið, af því að Gísli Gunnarsson talaði það að Þjóðleikhúsið lítið sér aldrei dett í hug að kalla sér leikhúsið. Það heitir reyndar leikhúsið.is, sem aldrei athyglisvert hvernig Þjóðleikhúsið hugsar sjálft sig. Aðstafald, hvernig valið, hverjir veljast inn, slembúrtak ef ekki kosið, ekki galið, og leyfa sér að breyta kirkjunni með það starf. Til máls tekur Hjalti Hugason og eftir honum Berglind Hönnudóttir. Forseti, já, leikhúsið.is, það rétt. Það til hliðstætt heiti kirkjan.is, en ég ekki viss það að þjóðkirkjan ætti að, ég var að segja, stytta heiti sitt á þann hátt. Auðvitað það sjálfsagt þarna í þessu lénsheiti, en við erum þjóðkirkja og megum ekki gleyma því. Og síðan erum við ekki öll íslenska kirkjan eða öll kirkjan á Íslandi, því það eru ýmsar aðrar kirkjur og trúfélög sem starfa í landinu, og við verðum bæði að vísa til hlutverks okkar og líka að sýna hinum kirkjónum virðingu. Þetta mjög mikilvægt. Við ræddum frumvarp af þjóðkirkjulögum sem ég held að okkur mörg dreymi að verði hér að lögum innan skamms. Og þar talað í fyrsta skipti í lagateksta að þjóðkirkjunni beri að halda uppi kirkjulegri þjónustu allt land. Með öðrum orðum, hún á að þjóna öllu landinu. Og þá held ég að sé mjög mikilvægt að æðsta stjórn þjóðkirkjunnar endurspegli alla kirkjuna, alla þjóðkirkjuna í landinu. Og að hlutföllin séu með einhverjum þeim hætti að það sé hægt að segja að fólk í afskekktustu byggðum landsins að þeim sé ekki þjónað frá Reykjavík í einhverjum skilningi. Þess vegna myndi ég gjarna vilja sjá að í erindisbréfi eða skipunarbréfi nefndarinnar ekki bara sagt að tillögurnar miði einkum af því að tryggja að sé ég ekki lengur kosningar kerfi þjóðkirkjunnar sé lýðræðislegt og að jafnræðis sé gætt. Heldur myndi ég vilja sjá þarna þriðja punktinn eiginlega inn í erindisbréfinu, það að segja að tillögurnar miði að því að kirkjuþing, sem þegar kirkjuþingskosningarnar ræða, endurspegli sem best þjóðkirkjuna í landinu. Og við leitum að því kerfi sem endurspeglar breiddina í kirkjunni á sem allra bestan hátt. Hvernig það verður svo gert veit ég ekki, en það er þremenningarnir sem lenda í nefndinni, þeir fá það verkefni að útfæra það. Til máls tekur Berglind Hönnudóttir og eftir henni Gísli Jónasson og svo Steindór Haraldsson. Það heyrist ekkert í þér. Heyri núna? Það heyrist ekkert í þér ennþá. Núna. Gjörðu svo vel, takk til máls. Takk. Forseti, mig langar svo að nefna að það geta allir sem eru skráðir í þjóðkirkjuna
boðið sig fram til kirkjuþings, hvort sem að þeir séu með þennan kosningarétt eða ekki. Og það var þannig að við sem að buðum okkur fram sem vorum öll undir 30 núna fyrir þetta þing, öll 6, vorum ekki með kosningarétt. Ekki öll 6, en við vorum ekki með kosningarétt. Svo við gátum ekki einu sinni kosið okkur öll inn á þingið, til dæmis, og við þurftum að treysta á kosningu eldra fólks. Við vorum 6 í mismunandi kjördæmum og bæði í kjördæmum Leikra og Víðra. Og þannig að það er ekki mikið mál að finna ungt fólk til að bjóða sig fram, en það væri ágætt ef að það fólk væri líka með kosningarétt. Og það þarf að tryggja, eins og við höfum tekið fram ofta, við þurfum að framfylgja því sem hefur verið samþykkt á þinginu, sem var samþykkt 2017. Og ég styð að þessi nefnd verið stofnuð og skoði þetta þó að ég sé ekki með kosningarétt á þessu þingi. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og eftir honum talar Steindór Haraldsson í annað sinn. Forseti, ég nú ekki með neinar patentlausnir. Þetta nú svona eitt af eilífðarmálunum okkar og ég vil bara svona leggja aðeins hérna orð í belg og vil kannski byrja á því bara að hvetja okkur til þess að reyna að pólarisera ekki landsbyggð dreifbýli. Nei, fyrirgefið í landsbyggð og þéttbýli, það er suðvestur hornið, ætlaði ég nú að segja. Það er alltaf tilhneiging til þess kannski í sumum málum en það er náttúrulega ekkert gott og öll eigum við auðvitað að standa saman. Og ef við horfum á íbúafjöldan þá vissulega verða kannski misræmið sumstaðar mikið. Ég hef nú eiginlega mestar áhyggjur í þeim efnum að biskupskosningunum. Vegna þess að þegar sú lausn var fundin varðandi biskupskosningarnar að búa til kjörmennina og eins og það var fundið út frá sóknarnefndunum, þá varð misvægi, það er ef við erum að tala um misvægi í kirkjuþingskosningunni þá er það náttúrulega ekkert miðað við biskupskosninguna. Ég held að í síðustu biskupskosningum hafi Vestfirðingar haft fleiri kjörmenn heldur en Reykjavíkurprófastsdæmi eystra. Svo dæmi sé tekið. 5.000 manns annars vegar í þjóðkirkjunni og hins vegar 70.000. Þar erum við kannski með alvöru misvægi sem að þyrfti þá að skoða meðan við höfum þetta kerfi. Sumir vilja leysa þetta bara með því að allir kjósi biskup. Ég hef nú ekki alveg sannfæringu fyrir því í bili og minni nú á að þegar við kjósum biskup erum við ekki að kjósa forseta Íslands. Biskupinn hefur aðra funksjón og kirkjulega og meðal annars hirðir prestana og svo framvegis. Þannig að þar eru náttúrulega svolítið önnur sjónarmið í gangi sem að þynnast mjög út og kannski gleymast jafnvel alveg eftir sem kjörmennunum fjölgar á kostnað prestana. Með þess er ég ekki að segja að prestarnir einar að kjósa biskup, það var nú að vísu einu sinni þannig, en ég held að það þurfa að vera þarna ákveðið jafnvægi. En það er nú bara mín skoðun. Svo hefur þetta bögglast mikið fyrir mér með unga fólki, hvernig í ósköpunum við getum haft það. Ég verð nú að viðurkenna það að ég hjó nú eftir því þegar sá fulltrúi sem að hér situr inn og var nú kjörinn sem fulltrúi unga fólksins, Þuríður, en núna komin yfir aldur, að ég sammála henni með það að kannski var þetta svolítið bratt viðmiðun, en hún náttúrulega sótt til útlanda að tala 30 ár og kannski hefði 35 strax verið auðveldar í framkvæmd, því að í reynd á meðan kirkjuþingskosningin eins og hún þá við alltaf hægt að uppfylla það að kjósa 20% presta innan við 30, því að þeir eru bara alltaf til
Og ef þeir eru til, þá verða þeir næstum sjálfkjörnir og það er náttúrulega ekki lýðræði í mínum huga menn séu sjálfkjörnir út af það eitt að vera á ákveðnum aldri. Það er sko eitthvað allt annað en lýðræði. Það er nánast gerræði. Þannig að þarna sko kannski þurftum við að hugsa til enda hvað við vorum að samþykkja og ég man það nú á sín tíma voru stofnuð samtök sem hétu Junior Chamber og var náttúrulega ætlað ungu fólki og þá voru ákveðin aldursmörk og þegar náttúrulega stofnendurnir komu upp á aldursmörkunum, hvað gerðu þeir þá? Þeir hækkuðu mörkin og Junior Chamber varð alltaf eldra og eldra því að þeir áttuðu sig á því að þeir vildu ennþá vera ungir. Þetta nú kannski sagt til gamans en ég held að við þyrftum kannski að hugsa það betur þegar við samþykjum svona tillögur að það séu framkvæmanlegar. Því það þýðir ekkert að standa bara hér og skammast yfir því að það sé ekki hægt að uppfylla ekkert ákvæði sem að í raun og veru ekki hægt að uppfylla. Minnst ástu ekki í kjördeild Víðra. Þannig að þetta er nú svona bara raus í gömlum kalli en þarna ég held að þetta þurfi kannski samt að skoðast í alvöru þessi hugmynd þín þurfir það að þetta viðmið er kannski hækkað 5 ár og við gætum þá reynt að fara að standa við það í framhaldi af því. Nú að öðru leyti ætla ég nú ekki að segja mikið meira. Ég styð þessa tillögu því að ég held að sé ágætt að skoða þessi mál öll en kannski hefur það líka bara komið svo skýrt fram að ég þarf ekki að endurtaka það. Það eru þetta fleiri sjónarmið heldur en bara sko íbúafjöldin en samt verður auðvitað að vera eitthvað system í galskapið sko og þegar atkvæðismisvæðið er orðið 5 eða 6-falt þá erum við nú svolítið langt frá 10 eða 15% viðmiðinu í þessari Evrópusamþykkt sem mann Guðmundur vitnaði í. Og þá þýðir heldur ekki að vísa til kjördæmanna til Alþingis því að þar er engar slíkar tölur í gangi eins og er til þessi biskupskosningunni. Til máls tekur Steindór Haraldsson í annað sinn og eftir honum tekur til máls Einar Már Sigurðarson. Forseti, ég kom nú að segja það að þarna að út af fyrir sig, eins og hér hefur komið fram, þá er tillagan kannski ekki alvond og ég get alveg stutt hana að mörgu leyti. Það er náttúrulega þessi greinargerð sem að hleypti illu blóð í mig. Ég var gagnrýndur hérna áðan, en ekkert óvanur því að fá slíkt, að ég væri að tala ósætti og annað slíkt. Ég hef nú tafið mér að reyna að segja bara það sem að sannleikan eins og hann er. Þau geta skafa utan á honum. Og ég minni á að í Jónas Guðspjalli 7. kafla er talað laugskálaháttíðina sem Jesús fór á, uppskeruhátíð að hausti. Merkilega skemmtileg saga þar sem menn tókust á Jesú. Sumir sögðu hann væri góður, aðrir sögðu nei, hann leiðir fjöldan í villu. Þó merkilegast fannst mér að lesa næsta vers. Þó talaði engin opinskátt hann af ótta við yfirvöld. Það má ekki vera svo að maður hafi ótta af einhverju. Maður verður að segja það sem hann í brjósti býr.
Það er ekki víst að allir séu sammála og það er allt í lagi. En maður verður að hafa kjark til þess að segja það sem manni í brjósti býr. Það er nú þannig, en ég held að það verði vandi að velja í þessa nefnd og auðvitað er það svo að það þarf að endurskoða auðvitað þetta kjör og til kirkjuþings. Ég er alveg sammála því. Og það er ekki gott hvað fáir sækjast eftir því að koma hingað inn og hvað fáir láta sig það varða að kjósa. Við þurfum að hugsa þetta fyrst og fremst. Og það er svona þegar að vera að tala lýðræði, það er svo margt þar, menn eru voðalega lýðræði sinnaðir í tali og svo sita þeir upp mjög þröngar girðingar það hvernig þetta á að vera, hver niðurstaða kosningan á að vera og taka þar að leiðandi lýðræðislegt vald af fólkinu. Og því að þegar að það er fyrirskipað að svona skuli útkoman vera, það skuli vera þessi og þessi og þessi sem hafa forgang fram yfir aðra, þá er búið að skerða lýðræðið. Það er vandrataður hinn mjói vegur. Þannig að það er að mörg að hyggja. Ég er ekki gegn því og vil að hér ríkja ákveði jafnræði inni og hér sé fólk af sem flestum aldri, konur og kallar eins jafnt og hægt er. En þetta er samt vandi að setja upp svona reglur. Það er ekki einfalt. Það er þá spurningin að breyta því hvort það ætti að vera uppstillingarnefnd í kjördæmunum eða hvernig við eigum að haga því. Það eru margar leiðir til. En lýðræðið er stórt vandamál og erfitt og ekkert sérstaklega gott stjórnsýsluvald. Einræði er mikið betra í raun. En það er einfaldara. En við viljum nú halda í lýðræðið eins og hægt er, við teljum það réttlátara. En ég þykist vita að þetta fari bara svo inn í nefnd og ef það verður ekki svæft þar að þá verður einhver nefnd skipuð. Takk. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Anna Guðrún Sigmundsdóttir. Forseti, byrja á því að þakka áhugaverða umræðu. Þetta mál er auðvitað ekki nýtt hvorki á kirkjuþinginni við annars staðar í samfélaginu. Það er að segja vægi atkvæða, tryggja fjölbreytileika, kyn, aldur, vígðir, óvígðir, búseta. Allt eru þetta þættir sem þarf að taka tillit til. Ég vil taka undir með þeim sem ég held allir hafi sagt að tillagan sé góð. Ég held að sé rétt að íhuga orðalagsbreytingu sem að Hjalti Hugason benti á. Ég held að það væri ágætt viðbót að endurspegla kirkjustarfi þannig að við tryggjum það að það sjónarmið sé inni líka. En það sem ég myndi nú helst segja er það að hér erum við sem sagt með mál sem er viðkvæmt en leið mjög spennandi viðfangsefni. Vegna þess að það er mikilvægt að kjör kirkjuþings og annað það sem kjósa þarf til sé sem víðtækur sátt. Þannig að það er full ástæða til þess, bara eins og við heyrum á umræðunum, að þetta mál sé skoðað gaumgæfilega, það sé farið yfir ýmsa þætti þess og það sé freistast til þess að niðurstaðan tryggi sem allra með sátt málið. Það er gífurlega mörg sjónarmið sem þarf að taka tillit til og það þarf líka að tryggja að kirkjuþing verði ekki einsleitt vegna þess að einsleitt þing er því miður miklu gagnminna heldur en hið fjölbreytta. En ég styð tillöguna en myndi hugleiða örlitla orðalagsbreytingu í anda þess sem Hjalti Hugason
sagði hér áðan. Takk. Til máls tekur Anna Guðrún Sigmundsdóttir og eftir henni Þuríður Víum Árnadóttir. Forseti, við erum hérna að ræða tillögu um að skipa nefnd og við höfum smá áhyggjur af hver niðurstaðan verður sem kannski eðlilegt, en við ætlum að ræða niðurstöðuna þegar að tillögurnar koma fram. Við erum held ég öll hér inni sammála að kjör til kirkjuþings þarf að endurskoða sérstaklega hvað varðar okkur leikmennina. Það er ekki offramboð á frambjóðendum að hafa fleiri aðila sem bjóði sér fram heldur en sætin hefðu til dæmis leyst það vandamál sem við stöndum fyrir hér núna, að ungt fólk ég ætla að segja, mér finnst það gleðilegt að það er búið að vígjast. Mér finnst þetta ánægilegt vandamál sem við eigum hérna í að það vantar varamenn. En ef við hefðum verið með fleiri varamenn í öllum kjördæmum þá væri því vandamál því þá væri bara varamennir að koma upp líka. Og það er náttúrulega það sem við viljum. Við viljum að fólk hafa áhuga á að bjóða sig fram og við viljum líka að fólk hafa áhuga á að kjósa okkur. Því það er bara voðalega gott að vita það að ég er með fleiri en einhver ákveðin atkvæði. Ég held ég sem er 23 atkvæði bak við mig. Það eru, ég man ekki, hvað eru margir sem að gátu kosið? Þeir eru yfir 100. Ég ætla að minna líka á að við höfum með reglur um val og veitingu prestaembætta eins og þeir eru, þá höfum við kjörnefndir. Hlutur kjörnefnd er ekki bara að kjósa presta heldur líka biskupa. Það gæti verið klókt að áður en við förum í að allir geta kosið að útvíkka það að þeir sem kjósa til kirkjuþings séu líka kjörnefndirnar. Það væri voðalega þægilegt fyrir mig þegar ég er að biðja fólk um að koma í kjörnefndina hjá okkur að geta sagt við fólkið að það er ekki bara það að kjósa prest við sóknina ef það verði einhverjum mannbreytingar sem er ekkert sérstaklega líklegt eða ef það þarf að kjósa biskupa sem er kannski ekkert alveg mjög líklegt á næsta árum. Það verður voða gaman að segja að þið hafið þá allavega það eina hlutverk á næstu fjórum árum að kjósa einu sinni til kirkjuþings. Því að í kjörnefndunum eru að lágmarki 11 manns og upp í 29 manns eins og er hjá mér. Fyrst að maður aðeins minnst að sóknir áðan að þá eru sóknir ekki í góðu mælikvarði. Það eru sóknir í landinu sem eru 262 ef ég taldi rétt. Það vildi nefnilega svo til frá öðrum fundi sem ég var á fyrir rúmri viku síðan að þá var ég með plagg í veskinu. Ég taldi sóknir undir 100 manns, þær eru 111 og sóknir þar sem eru 20 manns eru 24. Þannig að við þurfum að horfa á íbúafjölda en ekki sóknarfjölda. Takk. Til máls tekur Þuríður Víum Árnadóttir og svo framsögumaður eftir henni. Forseti, mér langaði bara örstutt að bregðast við orðum Gísla sem talaði aðeins þessar kvótareglur unga fólkið áðan. Þetta eru eins og hann segir reglur sem að koma frá útlöndum. Þær koma frá lúterska heimssambandinu og þar eru menn mjög strangir á þessum reglum og það gengur mjög vel. Það er ekki alltaf auðvelt að finna ungt fólk úr öllum álfum heimsins en það gengur á endanum og það gengur vel. En kannski er kúltúrin okkar aðeins öðruvísi heldur en annars staðar og þess vegna kannski eðlilegt að hækka þetta aldurstakmark eitthvað í samræmi við það. En það er ástæða fyrir því að við sem erum fylgjandi þessu viljum fá ungt fólk hingað inn. Okkur finnst bara einfaldlega ekki vera hægt að tala framtíð kirkjunnar án þess að hafa ungt fólk með þeirri umræðu og það þarf einhvern veginn að tryggja það að þetta unga fólk siti hérna inni því að það gekk ekkert sérstaklega vel að treysta eldra fólki fyrir því að kjósa það inn. En hjá lúterska heimssambandinu eru reglurnar þannig, svo ég taki bara dæmi sjálfa mig, ég er kosin inn í stjórnina þar sem ungur leikmaður árið 2017 til 6 ára og í dag er ég hvorki ung né leikmaður en ég sit sem slíkur þar sem eftir er kjörtímabilsins. En fæ þá að sjálfsögðu ekki kosningu aftur inn sem slíkur því að í dag er ég bara gamall prestur. En það er kannski eitthvað sem við ættum að skoða að hafa regluna þannig, ég veit það ekki. Það myndi kannski laga eitthvað okkar stöðu ef að fólk fengi bara sitja í þeirri stöðu sem það er kosið inn út kjörtímabilið. Takk. Þá tekur framsögumaður til máls Guðmundur Þór Guðmundsson.
forseti, ég þakka umræðina. Ég ætla aðeins að bregðast við því sem að kom hér fram. Fyrst vil ég taka undir það sem Skúlin lagði til að þetta á sjálfsögðu heimi löggjafarnefnd, svo ég breyti tillögu minni frá því áðan og legg hér með til að máli gangi til löggjafarnefndar. Hvað segir hinn góða bók það sem við erum að ræða hérna? Það segir, hér enginn gyðingur né grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona, þér eruð allir eitt í Kristi Jesú. Við erum öll jöfn. Það nú svo að eftir að máli var lagt fram innan tilskilins frests fyrir kirkjuþing, þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og mikið breyst eins og okkur kunnugt. Bæði umræðan hér og ýmislegt annað sem að í rauninni víkkar þetta mál allt saman út. Svo ég held að það hafi verið ágætt að máli kom fram á kirkjuþingi þó að menn hafi sínar skoðanir á greinargerðinni heyrist mér sérstaklega. Það nú eins og þannig að við búum við kjördæmakerfi og það bara staðrind, hvort sem manni líka það betra að vera. Það eru þjóðflutningar í þessu landi sem virðast vera mest inn á suðvesturhorn landsins og nálgunin í greinargerðinni, nálgunin mannréttindanálgun. Kosningaréttur dýrmætt mannréttindi og ég ekki tilbúin til að gefa stóran afslátt af mínum mannréttindum. Það nú bara mjög einfallega þannig. Og ég held að það eigi við fleiri. Og eins og Gísli Jónasson bent á, ég meina, það báðilegt að hafa þennan gríðarlega mun á atkvæðavægi milli okkar meðbræðra og systra á Vestfjörðum og svo í kjördæmi og prófastsdæmi Gísla? Ég segi nei. Og ég tel að löggjafarnefnd sé sérstök gæslunefnd mannréttinda lýðræðis í kirkjunni, þannig að ég vona sannarlega að þau sjónarmið komist að. Þetta engin aðferð að landsbyggðinni eins og mér finnst vera látið hér í veðri vaka, öðru nær. Nú, ég svo sem ætla nú ekki að fara að taka hvert og eitt, þetta bara, eins og ég segi, þetta fín umræða, hún þörf og tímabær. Ég held að Stefán Magnússon hafi aðeins innbrað á því hvort að það sé tímabært að taka upp almennar kosningar. Ég alveg sammála því að það þarf að stíga þessi skref mjög vel ígrunduðu máli. Sjálfur tel ég varðandi þáttöku, bæði áhuga á framboðandi kirkjuþings og eins kosningaþáttöku, að það verði bara hreinlega að setja í stað stóra áróðursvél, ef ég má nota það orð, kynna þetta, hvað kirkjuþing hvaða áhrifavald það hefur, hvaða möguleika menn hafa til að beita sér í þágu góðra málefna þar. Svo langar mig að lokum að því að Gísli nefndi hérna, við erum búin að tala mikið unga fólkið og réttmætar ábendingar og ég held ég hafi getið þess í framsögu að kannski væri eina leiðin að hafa kjördeild fyrir unga fólkið til að tryggja efndir samþykkta kirkjuþings og lúterska heimsambandsins. En Gísli talaði hérna áðan og sagði raus í gömlum kalli. Ég verð að fá að nota tækifærið og segja mér finnst það hryggilegt þegar við erum að tala niður miðaldra hvíta kallmenn og öldunga og gamalt. Hvað þetta eiginlega? Minna, eldra fólk eitthvað verra? Það býr yfir gríðarlegum reynslu sjóði og hérna í gær voru að hlusta á framkvæmdastjóra Hjálparstarfs kirkjunnar og hann sagði okkur frá því hverja hann talar við í hrjáðum löndum, öldungaráðið. Þannig að ég bara vil varpa þessu inn í umræðuna hér með. Þá fyrri umræðu lokið 27. mál á þingskjali 27. Lagt til að máli fari í síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt daggjörðarmerki, takk fyrir. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem að samþykkja daggjörðarmerki, það samþykkt og þá mun forseti gefa 10 mínútna hlé á þessum fundi.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 28. mál, það er fyrri umræða, tillaga til þingsályektunar heimasíðu og aðra miðla á þingskjali 28, flutningsmaður er Hreinn S. Hákonarson og framsögumaður er Hreinn S. Hákonarson og tekur hann nú til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar heimasíðu og aðra miðla. Tillagan hljóðar svo: Kirkjuþing 2020 samþykkir að biskup skipi nefnd þriggja fulltrúa til að leggja fram drög að ritstjórnarstefnu fyrir miðla þjóðkirkjunnar og skili hún tillögum sínum fyrir næsta framhaldskirkjuþing 2020 eða kirkjuþing 2021. Það er svona haft opið. Og greinargerðin er svo: segja má að vefmiðillinn kirkjan.is sé málgagn þjóðkirkjunnar og andlit hennar í netheimum. Þar er að finna hvers kyns upplýsingar starf þjóðkirkjunnar og uppbyggingu, lagalegan grunn, starfsreglur og fréttir. Þjóðkirkjan er sömuleiðis skráð á Instagram og Twitter og notar þá miðla í fremur litlu mæli. Líta mætti til nágranna kirkna okkar til að sjá hvernig það er notað þá miðla. Sænska kirkjan er til dæmis mjög öflug á Twitter. Facebook notar þjóðkirkjan og er sú notkun allmikil. Ekki þarf að fara í grafgötur með það að ef vel tekst til með framsetningu efnis á þessum miðlum nútímans, þá er hægt að ná til fjölda fólks með fagnaðarerindi kirkjunnar í búningi sem hæfir mörgum nútímafólki og þá ekki síst því yngra. Þjóðkirkjan hefur ekki sett sér neina formlega ritstjórnarstefnu í sambandi við ofangreinda miðla, en með því er átt við markmiðslýsingu og efni þeirra og notkun sem og þær grundvallarreglur sem þjóðkirkjan ætlar að hafa að heiðri í umfjöllun á vefnum. Með þessu er ekki verið að segja að neitt óviðeigandi hafi þar birst, fráleitt það. Hins vegar er mikilvægt að mati flutningsmanns að vandaður rammi sé utan þessi rafrænu nútíma málgögn þjóðkirkjunnar, skýra reglur og viðmið og að allt sem þar er sett fram í nafni þjóðkirkjunnar sé í samræmi við játningagrundvöll hennar sem og innri samþykktir. Að því leyti sem það er eiga við. Heimasíður norrænna þjóðkirkna, þær geta verið fyrirmyndir í þessu efni og eru með ýmsu móti eðli máls samkvæmt og kannski hafið þið skoðaðir eins og til dæmis bara þjóðkirkjuna í Danmörku, folkekirkjan.dk. Hver hefur sinn stíl og uppbyggingin þeirra er ólík margt og dregur það dám að stærð þeirra og umfangi. Og það er ljóst að hópur fólks starfar við þessa miðla og líklegt að þjóðkirkjan þurfa að líta til þess í sínum ranni svo notkun þeirra verði markviss og árangursrík. Heimasíðu norsku þjóðkirkjunar er til dæmis stjórnað af sérstakri deild og þannig eru slóðirnar gefnar upp sem þið getið kopíðar og skoðar. Og síðan er áætlun kostnað við þessa þriggja manna nefnd ef hún verður samþykkt til að skoða þetta mál og þá er bent á það að það er hægt að nota súmið og sem þarf ekki að vera mjög dýrt og það þyrfti hugsanlega 10 fundi eða svo til að afgreiða málið. Hvert á að vísa málinu, ætla að sé ekki allsherjarnefnd? Takk fyrir. Orðið laust. Til máls tekur Skúli Ólafsson. Forseti, ég fagna þessari tillögu, geri við hana breytingatillögu sem bara næra aðeins víðar. Þannig að kirkjan árið 2011 samþykkti samskiptastefnu sem reyndar
ekki í gildi en er full ástæða til að rifja hana upp og veltaði fyrir okkur hvort hún ætti ekki að fá endurnýjun lífdaga og þá hugsanlega í breyttri mynd. Og breytingatillagan sem að við ætlum að gera við þessa tillögu tengd þessari samskiptastefnu, eða samskiptastefnu kemur þar til umræðu og hún eitthvað á þessa leið, eða hún á þessa leið. Lagt til að sett verði á fót tenglaráð þjóðkirkjunnar, þar sem í sitja fulltrúi kenningarnefndar, fulltrúi biskups Íslands sem skal vera sérfróður í almannatengslum og fulltrúi á kirkjuþingi. Hlutverk og markmið tengslaráðs verði að tryggja að samskiptastefna þjóðkirkjunnar verði endurvakin og henni fylgt, móta árlega stefnu og starf kirkjunnar í almannatengslum og sjá til þess að því sé fylgt eftir. Hafa yfir umsjón með ritstjórn og miðlum kirkjunnar eins og tillaga Hreins ber með sér, svo sem vef kirkjunnar. Fara yfir efni og auglýsingar sem biskupsstofa sendir út á sviði almannatengsla og fræðslu í því skyni að gæta þess að efni það sé í samræmi við kenningu kirkjunnar og stefnumál. Og svo hér greinargerð. Samskipti kirkjunnar út og við mikilvægur málaflokkur sem kalla á sérþekkingu á ýmsum sviðum. Hér lagt til að tryggt verði að þekking sé til staðar sem þarf og að samskipti séu samræmd og heildar yfirlit sé á einum stað yfir þau öll. Hluti af starfsemi félaga, hvort heldur það eru stofnanir, stærri fyrirtæki eða félög sem ekki eru rekin í ágóðaskyni, felst í því að senda át efni sem styður við starfsemina og það erindi sem félagið á við umhverfi sitt. Með tengslaráði mætti fyrirbyggja að efni það sem frá kirkjunni kemur sé í ósamræmi við boðun hennar og stefnumál. Og undir þetta ritum við auk mín Bryndís Marla Elídóttir, Hreinn Hákonarsson, Svana Helen Björnsdóttir, Kolbrún Baldursdóttir og Guðrún Karls Helgudóttir. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir og eftir henni talar Axel Árnason Njarðvík. Forseti, þakka fyrir þessa tillögu og eins það sem að Skúli sagði og tillöguna hans. Það alltaf gott að fá þetta til umræðu og fer nú væntanlega inn í nefndina. Mér langar bara að segja ykkur frá því að vinna við samskiptamál kirkjunnar fór fram hérna árunum 2015 til 2016 og jafnvel fram árið 2017 og á henni hefur byggt svolítið hingað til og það núna ritnefnd sem starfar með kirkjan.is og viss aðili sem ber ábyrgð á því að leiða það starf og ég vildi bara koma þessum upplýsingum hér á framfæri þannig að þið vissuð að þetta ekki alveg á byrjunarstigi, þessi umræða og vinna í kirkjunni. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, þetta var alveg sérstaklega skemmtilegt að horfa á Agnesi hérna tala og á undan henni Skúla. Því mér langar að rifja upp að það var einmitt í nóvember-desember 1996 að ég átti einmitt fund með föður Skúla og árið 1996 var internetið varla til og ég minnist orða hans þegar hann sagði: Axel, ég skil ekkert af þessu sem hún segir en gerðu það samt. Ég var þá 35 ára gamall, síðan hafa liðið 24 ár og það voru ansi margir sem ekki skildu mig og varla skildi ég mig kannski sjálfur því að maður hafði innsæi inn í hluti sem voru að skella á. Ég fagna þessari ágætu tillögu og vil minna kirkjuþing á að í raun og veru þá þurfum við að setja svona 5-6 ársstörf í þetta dæmi á hverju einasta ári, í þetta mál sem þessi tillaga grípur á. Það sem okkur vantaði líka 1996 voru fjármunir og árið þar og eftir þá rak ég þetta meira og minna sjálfur sem þessi tillaga var að reyna að búa til, eða ég líka þá, ég byrja á eigin kostnað, allt til að með það.
En bara minna á það að þetta væntanlega þriðja stærsta málið okkar og það hvernig við eigum samskipti við all landið og jafnvel heiminn líka og þessi tillaga næra en þetta kostar peninga. Ef þetta kostaði 50-100 milljónir ári þá skila þær sér fljótt aftur í hækkun sóknargjalda. Það vilja fleiri vera með svona fínu batteríi sem gæti verið að birtast þarna undir samskiptum kirkjunar, þjóðkirkjunar við þjóðina. Og ég var nú hérna frammi með yngsta kirkjuþingsmanninum og spurði hvernig að eldast. Við eldust öll, en það eru sumir sem hafa innsæi eða sýn, oft það með ungum augum. Og þegar maður í sæti biskups eins og Ólafur heitinn, sem var nú framsýnn maður á mjög mörgum sviðum kirkjumála, ekki hægt að neita öðru, að gefa hugmyndum vængi og að það við í svo mörgum málum hérna sem kannski skilur ekki alveg en veit af innsæi að eru góð. Þannig ég þakka fyrir mig. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir. Forseti. Ég vil þakka kærlega fyrir þessa tillögu, hún mjög góð og verður gott að skoða breytingatillöguna svo með henni og vinna með það. Ég tek undir það sem hér hefur verið sagt að þetta afar brýnt að við tökum þetta. Auðvitað, það rétt sem að biskup benti á, það sannarlega svo margt gott verið gert og þetta bara viðbót við það áfram. Þetta eru miðlar sem skipta svo gríðarlega miklu máli í dag og við þurfum að nota okkur miklu meira heldur en við gerum núna. En við þurfum þá líka leið að vanda okkur og það þarf að vera alveg rammi utan það hvað við gerum. Og eins og segir í greinagerðinni þá benti Hreinn svo réttilega á einmitt nágrannakirkjur okkar og sjálf fylgist ég með einmitt dönsku kirkjunni á Instagram og alveg ótrúlega flott efni sem þau setja þar á, bæði bara langar greinar og stutt myndbönd og tilvitnanir og virkilega gott. Og mér langar að bara segja það að við í Selfosskirkju, við erum æskulýðsfulltrúin okkar, heitir orðið verkefnisstjóri æskulýðs- og fræðslumála og samfélagsmiðla, því að við sáum það að við þurftum að alveg tilgreina hluta af hennar starfi í að sinna þessu, því að hún gerir það mjög vel. Og við sáum það líka einmitt núna í mars í COVID-inu að þegar við gátum ekki messað og annað að við fórum að skoða hvernig ætlum við að ná til fólksins okkar og þetta var meðal annars ein leið sem við notuðum, var Facebook og Instagram og við sáum að allt í einu var fólk sem svona kannski líkaði við færslunar okkar eða gerði það bara ekki, var farið að deila ritningaversum og alls konar svona og þarna fer auglýsingin mikið til fram og við sáum einmitt líka bara að kirkjan gat með ódýrum hætti auglýst, við hendum þá inn í Facebook auglýsingar svona öðru hvoru og það kostar ekki mikið en það skilar árangri. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér jú, Margrét Eggertsdóttir. Forseti, mér langar líka að taka undir að þessi tillaga, ég fagna þessari tillögu. Ég held að þetta sé eitt af mikilvægasta sem við gerum í dag. Og ég veit ekki hvort að þið hafi tekið eftir, ég tók eftir breytingu sem varð á umfjöllun kirkjuna frá því að það fór í gang svona stefna 2015. Og ég held að þetta skipti bara ótrúlega miklu máli, svo ég styð þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og tekur þá framsögumaður til máls, Hreinn Hákonarson. Forseti, ég þakka góð viðbrögð og átti ekki svo sem von á öðru og það kom fram hér breytingatillaga og ég á henni, var mjög ánægð með hana því að hún ögn víðtækari heldur en sú tillaga sem ég lagði fram í upphafi en felur hana enga síður í sér. Þetta eitt, eins og fram við komum hér, eitt mikilvægasta mál kirkjunar, þjóðkirkjunar í samtímanum.
það er heimasíðan, hvernig hún birtist í netheimum, hvernig hún birtist fólki. Þetta er okkar málgagn. Þá er fyrri umræðu lokið 28. mál. Það er tillaga til þingsályktunar heimasíðu og aðra miðla á þingskjali 28. Lagt til að tillagan fari til síðari umræðu til sem geta samþykkt það kjörsólgjamerki. Breytingatillagan fer bara inn í nefndina. Já. Já, nei, það er bara, hún fer inn í nefndina. Lagt til að tillagan fari til allsherjarnefndar þeir sem geta samþykkt það kjörsólgjamerki. Takk fyrir. Fyrir tekið 29. mál til fyrri umræðu, tillaga til þingsályktunar hugverkaskráningu á þingskjali 29, fluttar Heini S. Hákonarsyni, framsögumaður Hreinn S. Hákonarson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar hugverkaskráningu sem hljóðar svo: Kirkjuþing 2020 beinir þeim tilmælum til kirkjuráðs að það skrái merki þjóðkirkjunnar, orðmerki og myndmerki með formlegum hætti hjá hugverkastofunni sem starfar samkvæmt lögum einkaleyfi númer 17 frá 1991 með síðari breytingum. Og með þessu fylgir greinargerð. Fjöldi stofnana telur nauðsyn á því að vernda merki sitt, bæði mynd og texta, til þess að þau séu ekki tekin í heimildarleysi og notuð með þeim hætti sem eigandi merkisins er ósáttur við og hefur ekki gefið leyfi til. Dæmi stofnanir sem hafa skráð merki sitt eru Háskóli Íslands, Ríkisútvarpið, Morgunblaðið, stjórnmálaflokkar og fleiri. Að ræða vernd á mynd og texta. Sumir kjósa vernd á hvoru tveggja eða öðru hvoru. Dæmi eru nú þegar að þjóðkirkju orðmerki sé notað á Facebook sem auðkenni af aðilum sem ekki eru kirkjulega þenkjandi og ætla sér fremur að koma höggi á kirkjuna, ýmist í formi háðs eða órökstuddra fullyrðinga sitt hvað eins og viðkvæm málefni í samtímanum og tala þá í nafni þjóðkirkjunnar. Það margir ekki átta sig á að ræða falsíður. Og hér fyrir neðan má sjá merki slíkra síðu. Það er kross og undir er þjóðkirkjan og það hafa því miður margir prestar og kirkjunarfólk líka þessa síðu. Í ógáti, getur maður sagt. Og hvet það fólk til að einhvern veginn aflíka það ef það er hægt. Já. Nú, það er nokkuð ljóst að allir landsmenn kannast við orðmerkið þjóðkirkjan enda er getið hana meðal annars í stjórnarskrá og lögum. Í merkinu felast ákveðin verðmæti sem hafa orðið til á löngum tíma og því mikilvægt að standa vörð það og koma í veg fyrir misnotkun á því. Það gerist meðal annars með því að skrá það formlega sem og myndi styðja hefðaréttin á notkun nafnsins. Myndmerki þjóðkirkjunnar var hannað af Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, grafískum hönnuði, en hugmyndina að því átti sér að Karl Sigurbjörnsson biskup. Orðmerkið þjóðkirkja hefur gjarnan staðið undir myndmerkinu eða einhverjum orðin biðjandi, boðandi, þjónandi. Þetta merki var samþykkt af kirkjuþingi árið 2003 sem merki þjóðkirkjunnar og þarna sjáum við það. Og samkvæmt upplýsingum sem flutningsmaður hefur frá hugverkastofunni er eina skráða merki þjóðkirkjunnar orðmerkið biskupsstofa. Það er mikilvægt að þjóðkirkjan standi vörð nafn sitt, orðmerki og myndmerki og skrifi það fullum fetum og mæla munni sem oftast. En eðli máls samkvæmt er orðið þjóðkirkja iðulega stytt og aðeins seinni hluti þess notaði þegar ljóst er að átt er við þjóðkirkjuna.
Slíkar styttingar eru alþekktar í tali, til dæmis í stað alþingis sagt þingið samþykkir í þinginu á þinginu og svo framvegis. Vefur þjóðkirkjunar heiti til dæmis kirkjan.is í stað þjóðkirkjan.is eða þjóðkirkjan.is. Og efst í vinstra horn á forsíðu vefsins er merki þjóðkirkjunar og við hlið þess stendur kirkjan, en ætti að sjálfsögða standa þjóðkirkjan, því að svo er merki þjóðkirkjunar og hér mætti svo sem vitaskuld segja, svo er merki kirkjunar. Þrátt fyrir þessa styttingu á orðinu þjóðkirkja í hversdagslegu tali, þá er hið lögformlega heiti hennar mikilvægt og því má ekki tína niður. Hætti þjóðkirkjan að tala sig með formlegum hætti sem þjóðkirkju er nokkuð víst að fleiri munu fylgja fordæmi hennar í því efni og auk þess er þá hætt við að þjóðkirkju ákvæði í stjórnarskrá verði fremur bragðdauft, bitlaust og framandi. Það er ekki hagur þjóðkirkjunar að gleyma því í orði og mynd að hún sé þjóðkirkja. Breyting á notkun þjóðkirkjumerkisins þarf að sjálfsögða ræðast í grasrótunni, út í söfnuðunum sem eru grunneiningar kirkjunar. Það er á hendi kirkjuþings að samþykkja merki kirkjunar, samanber 3. mál kirkjuþings 2003, stefna og starfsáherslur þjóðkirkjunar 2004-10. Þó tillaga þessi tiltaki aðeins þjóðkirkju, orðmerki, myndmerki, má svo sannarlega huga að því hvort rétt sé að skrá heiti annarra stofnana á vegum þjóðkirkjunar hjá hugverkastofu. Og þannig smávegis hugverkastofu sem þið getið lesið og síðan er nú kostnaðurinn, hann er nú ekki mikill, því að þetta á vissan hátt táknrænt, en enga síður uppskerum við vissa vernd en menn ætla að fara að þjörsnast með merki þjóðkirkjunar. Og ég held að ráðlegt sé að vísa þessu til allsherjarnefndar, eða hvað? Löggjafarnefndar? Já, löggjafarnefnd. Orðið er laust 29. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Lagt er til að málið fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt daggefimerki. Takk fyrir. Lagt er til að þetta mál fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt daggefimerki. Takk fyrir. Fyrir tekið 30. mál. Það er tillaga til þingsályktunar skráningu lausamuna. Á þingskjali 30 fluttar Hreinn S. Hákonarsyni framsögumaður Hreinn S. Hákonarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar tækifærisgjafi til embættis biskups Íslands. Kirkjuþing 2020 beinir þeim tilmælum til biskups Íslands að tækifærisgjafir til embættis biskups Íslands verði skráðar sérstaklega. Og með þessu er greinargerð stutt. Embætti biskupsins yfir Íslandi er frá árinu 1801 þegar Ísland varð eitt biskupsdæmi og hefur því verið við lýði í 219 ár. Ætla mætti að embættinu hafi á rúmlega 200 árum borist einhverja tækifærisgjafir sem rétt hefði verið að skrá, til dæmis hver gefur og hvenar, tilefni og svo framvegis. Tækifærisgjafi frá einstaklingum, félögum, fyrirtækjum og eftir atvikum forystufólki, stofnana og stjórnmálamanna sem gefa fyrir hönd lands og lýðs, innanlands jafnt sem utan. Fram skal tekið að bækur sem færðar embættinu að gjöf eru skráðar eins og aðra bækur og vísa því til að þessi fyrst og fremst til lausamuna, til dæmis málverka. Dæmi embætti sem halda slíkar skrár eru rektor Háskóla Íslands og forseti Íslands. Það er mikilvægt að mati flutningsmanns að halda utan veraldlega tækifærisgjafir embættisins og skrá þær. Loks skal á það bent að breytanda tekur þessi tillaga og til gjafa til vígslubiskupsembættanna í Skálholti og Hólum. Kostnaðaráætlun kemur þarna fram að það er ekki
ekki fráleitt að þetta verði bara unnið af starfsfólki í Biskupsstofu, skjalaverði og öðrum að skrá þetta. Ég vil bæta við þessa greinargerð og ástæðu þess að þessi tillaga lögð fram að þegar ég var sem sé sérþjónustuprestur á Biskupsstofu og embætti flutt í Katrínartún og mjög mikla breytingar og þá fór maður aðeins að velta fyrir sér þeim munum sem þarna voru innanhús og fór aðeins að forvitnast þá og komst að því að þeir voru ekki skráðir og jafnvel að fólk vissi ekki hvaðan sumt var komið. Og það náttúrulega afleitt að vita ekki hver gaf hvað. Og ég nefni sem dæmi flott málverk eftir Jón Helgason biskup af Skálholtsstað sem hangir í Katrínartúni 4. Mjög fallegt málverk. Ég held að eina heimildin það að það hafi verið gefið sé að finna í Víðförla þegar dóttir Jóns Helgasonar biskups kom á biskupsstofu þegar hann var í Suðurgötu 22 og gaf þetta málverk. Og við því tók Pétur Sigurðsson biskup og Magnús Guðjónsson biskupsritari og þetta sem sé myndað og smá frásögn það. Ég held að þetta sé eina heimildin það að þetta eign og gefið með þessum hætti. Ég held að þessu verði vísað til allsherjarnefndar. Þá orðið gefið laust 30. mál. Guðlaugur Óskarsson tekur til máls. Forseti, ég styð þessa tillögu og vil að það sem var talað að skrá gjafir líka til Hóla og Skálholts eða Íslubiskupa, að þá það jafn mikilvægt. Við stóðum í kalsaveðri í Biskupsbrekku þegar að liðin voru 300 ár frá því að Jón Vídalín lést þar. Þar var reistur nýr kross, timburkross, fallegur, stór, og listaverk eftir Pál Guðmundsson á Húsafelli, steinn þar sem hann hafi mótað andlit Jóns í, jafnframt í að vígja steinhörpu, þar sem að andlit Jóns var á einni nótunni. Þá fóru menn að velta því fyrir sér þar, eða ræða það, að það væri þarna annar kross í brekkunni, aðeins sunnar eða austar, kross, sívalur, og menn spurðu hvort að það væri ekki eðlilegt að fjarlægja hann þá og til að hafa heildarmyndina fallega. Þá kom í ljós að það hafði ekki verið hægt vegna þess að það var ekki vitað hverju reistu hann, hverju gáfu þennan kross. Það reyndar komið í ljós núna að það voru afkomendur sér Jóns Guðjónssonar á Akranesi. En þetta er bara lítið dæmi það að hvernig sagan fyrnist, jafnvel þó að sé tákn á staðnum. Og þess vegna er þetta mjög mikilvægt, þetta sé skráð og sé óyggjandi í eigu þess sem gefið var og gefandans minnst á verðugan hátt. Styð málið, takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér ljós. Óskar framsögumaður eftir að taka til máls. Hreinn Hákonarson tekur til máls. Forseti, þakka þetta og bara eitt orð í sambandi við það sem hann Guðlaugur nefndi.
Því að þegar var verið að setja upp þarna nýja krossin í Biskupsbrekku, þá var vitaskuld mönnum starfsýnt á þennan álkross og steinin þar við og jafnvel hugmyndur að taka það. Fyrst það væri komin sér stóri flotti kross og listaverkið eftir hann Pál. En það var nú ekki gert sem betur fer. Og fyrir tilstilli frétta á kirkjan.is þá fengu upplýsingar það hvaðan þessi stálkross var kominn. Og Guðlaugur nefndi það voru afkomendur sér Jóns M. Guðjónssonar sem settu þennan kross upp og hann úr stálrörum frá vélsmiðjunni Gils sem var í Garðabæ og ekki lengur til og var settur upp þegar Eikarkrossinn gamli sem hafði brotnað, sá var settur upp 63, var settur upp í stað hans. Þannig að þarna stendur hinn flotti, stóri 6 metra kross úr málmfuru og svo minni kross úr stálröri. Ég held að verði báðir að standa. Síðari umræðu þá lokið 30. mál. Fyrri umræðu lokið. Lagt til að málið fari til síðari umræðu þeir sem geta samþykkt daggjörðsvoðlegjamerki. Takk fyrir. Lagt til að málið fari til allsherjarnefndar þeir sem geta samþykkt daggjörðsvoðlegjamerki. Fyrir tekið 31. mál til fyrri umræðu. Tillaga til þingsályktunar fréttablað Biskupsstofu og Víðförla, fréttablað kirkjunnar. Á þingskjali 31 fluttar Heynir Hákonarsyni, framsögumaður Heynir Hákonarsson og tekur hann út í máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar fréttabréf Biskupsstofu og Víðförla, fréttablað kirkjunnar. Kirkjuþing 2020 beinir þeim tilmælum til kirkjuráðs að séð verði til þess að fréttabréf Biskupsstofu frá 1976 til 77 og 79 til 82 og fréttablað kirkjunnar Víðförli, fyrsti árgangur október 82 og til loka útgáfu, það 29. árgangs fyrsta tölublaðs desember 2009, verði innskönnuð og sett á vefinn tímarit.is og á vef kirkjunnar kirkjan.is. Og greinargerðin stutt. Fréttabréf Biskupsstofu var gefið út í einföldu formi, öðru hverju, eins og sagði í fyrsta blaðinu 1976, frá því ári og til 1982, þó ekki árið 1978. Það gefið marga fróðlega fréttir og frásagnir úr starfi kirkjunnar frá þeim tíma. Víðförli, fréttablað kirkjunnar var gefin út af Biskupsstofu í rúman aldarfjórðung. Var að ræða mjög svo fjölbreytilegt blað sem flutti fréttir af starfi kirkjunnar, var oft á tíðum ríkulega myndskreytt, geymdi greinar og viðtöl og margt fleira. Segja má það myndir og mörg viðtölin sem merk saga sem eigi að vera öllum aðgengileg. Síðustu árin var það gefið út litprentað. Vefurinn tímarit.is hýsir fjölda blaða og tímarita úr ýmsum áttum, eins og kunnugt sprettur upp tilvísun til rita sem á tímarit.is þegar leitað í leitavélum á netinu. Slíkt auðvelda mörgum þegar finna þarf einhverja staðreyndir eða tilvísanir í fljótu bragði. Auk þess kjósa sumir einfaldlega að lesa gömul tímarit á margnefndum vef sér til ánægju og yndisauka. Fréttabréf Biskupsstofu merkileg söguleg heimild starf kirkjunnar þó í einföldu formi hafi verið. Víðförli lifandi og fjölbreytileg kirkjusaga í mál og myndum og leið til að gera hann aðgengilega sem og fréttabréf Biskupsstofu að koma hvoru tveggja á tímarit.is og ætti kirkjan að hafa forgöngum það. Og svo þarna kostnaður samkvæmt upplýsingum frá þjóðarbókhlöðu, þá þetta tæpar 100.000 krónur. Og legg til að málinu verði vísað til allsherjarnefndar, eða allsherjarnefndar. Óskari, Stefán, nei fyrirgeði, hann heiti Steindór. Já.
Forseti, þessi mál eru bara fín frá hreini og ég hef svo ekkert verið að tjá mig um þetta en ég er svona alltaf aðeins að samt að nefna það hérna svo það sé sagt að mér finnst að sum mál séu bara innanhúsmál hjá biskupsstofu og sé bara framkvæmda atriði þó að sé allt í lagi að koma með þau hérna auðvitað til kirkjuþingsins. Það hefur á mínu tíma hér á þinginu stundum komið fram mál, svona mál sem að mér finnst vera framkvæmda atriði, eiginlega ekki mál sem að kirkjuþingið ætti yfir höfuð að vera að skipta sér af. Mér finnst það svo sjálfsagður hlutur. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt sem Hreinn er að tala um hérna. En ég ætla bara að koma því á framfæri svona að sum máli eru framkvæmda mál bara framkvæmdavaldsins. Takk fyrir. Næstu tekur til máls Kjartan Sigurjónsson. Forseti, þetta mál er hið merkasta finnst mér og hitt er aftur á móti annað mál að allt sem að færi inn á þessu neti þyrfti náttúrulega að vera vel ritskoðað þannig að ekkert þeirra heyrði undir viðkvæmnismálaráðuneytið. Skiljið hvað við? Eitthvað sem sært getur fólk eða eitthvað slíkt eða eitthvað sem þarf ekki að fara. Ég meina, þessu þurfti svona dálítið vel að ritstýra finnst mér. Annars finnst mér þetta fínt. Þetta er mjög gott og er tilbúin að styðja þetta bara. Takk. Fleiri hafa ekki óskað eftir því að taka til máls. Vill framsögumaður gera grein ákveð? Forseti, þakka þessa umræðu í sambandi við þá athugasemd að þetta veri innanhúsmál. Það má rökstyðja það af vissu marki. En með því að koma með málinn á kirkjuþing og fleita því í gegnum þingið, þá er náttúrulega vakin athygli á málinu og það er líklegra að það komist í framkvæmda nefni eitt máli sem ég var með og það er eignarskráningu. Það er ekki tilviljun að ég kem með það hingað. Ég fór bara að leita almennt fregna skráningu eigna. Jú, það er ekki eins og menn hafi ekki reynt að fara að skrá eignir biskupsstofu embættisins, en það hafa aldrei, verkinu var aldrei lokið. Það dagaði alltaf uppi, einhvers staðar. Og af ýmsum ástæðum. En ég tel með því að ef að kirkjuþingið samþykkir þetta, að þá verði bara einhent sér í málið. Það framkvæmt. Til þess er kirkjuþingið þó að sum mál kunni að vera einföld í sniðum og augljós framkvæmdaefni. Takk fyrir. Lagt er til að máli fari til annarar umræðu. Það er mál nr. 31, fyrirgefið, tillaga til þingsályktunar fréttabréf biskupsstofu og víðförla fréttablað kirkjunnar. Hver eru sammála því að fari til annar umræðu, gefa merki? Takk. Og að það fari í allsherjarnefnd, gefa merki? Það fer sem sagt til annar umræðu og allsherjarnefndar. Þá er komið að máli númer 32,
Tillaga til þingsályktunar greiðslu útfararkostnaðar flutt af forsætisnefnd, framsögumaður Drífa Hjartardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar greiðslur útfararkostnaðar. Þetta er 32. mál á þingskjali 32. Þetta er flutt af forsætisnefnd og tillagan hljóðar svona: Kirkjuþing 2020 ályktar að Þjóðkirkjan Biskupsstofa tryggi að prestar fái greidda óskerta þóknun og aksturskostnað samkvæmt gjaldskrá kirkjuþings vegna þjónustu við útfarir. Heimild þessi gildi frá 1. ágúst til og með 31. desember 2020. Ég ætla aðeins að lesa bara síðustu málsgreinina í greinagerðinni. Hér er lagt til að Þjóðkirkjan Biskupsstofa tryggi að prestar fái greiddan óskerta þóknun og aksturskostnað vegna þjónustu útfarir. Að öðru leyti verði framkvæmdin á þessu á hendi stofunnar. Stofan getur til dæmis samið við kirkjugerðarsambandið þjónustu þessa gegn greiðslu umsaminnar innheimtuþóknunar. Reiknaði með því að stofan taki á sig að svo stöddu greiðslur vegna þeirra dánarbúa sem ekki geta greitt útfararkostnað. Miðað er við að heimild þessi verði tímabundin og falli brott næstu áramót, en þá er gengið út frá því að kjaranefnd Þjóðkirkjunnar, samanber 5. mál kirkjuþings 2020 til 2021, verði sett á laggirnar með samþykkt starfsreglna þar Legg til að máli farið í síðari umræðu og til fjárhagsnefndar. Til máls tekur Steindór R. Haraldsson. Forseti, hér er við að bregðast við máli sem er eiginlega akút mál og kemur ekki til að góðu. Það sem að ríkið þvingaði kirkjuna raunverulega til þess að taka að sér það sem að kirkjan á ekki að gera. Að því að það er búið að skilja í sundur kirkjugarðana og Þjóðkirkjuna alveg og skipa sérstakar stjórnir og allt og fjárhag kirkjugarðana. En kirkjugarðarnir hafa verið fjársveltir í áravís og allar götur frá því að fyrirverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson breytti þessu þegar hann var fjármálaráðherra og þá byrjaði þetta fjársvelti á kirkjugarðunum. Það var þannig að öll félög í landinu greiddu til kirkjugarðana og hann tók það af og þá byrjaði þetta. Þetta er svona langt síðan. Og það kom til að því að það var verið að koma á tryggingagjaldi og atvinnulífið vildi ekki greiða tryggingagjald, þá koma með þetta á móti. Og það er ágætt fyrir okkur að vita bak landið af þessu af hverju kirkjugarðarnir eru konið þá stöðu sem þeir eru í. Þetta er náttúrulega verður að leysa þetta mál og það sem að ríkið vildi í þessu sambandi væri að velta þessu kostnaði yfir á aðstendur útfara og það hefur ekki verið gert og ég veit það að það er prestum oft á tíðum mjög erfitt að senda reikninga vegna þess. Þekki þessi mál nokkuð vel þar sem ég var útvarastjóri yfir 30 ár og veit hvað þessi mál eru viðkvæm og erfið. Og þess vegna fagnaði því að þetta skuli vera til áramóta en við verðum að leysa þetta. Það er alveg ljóst. Og það getur verið svo að þetta sé upphaf af umræðu það að aukaverk presta svo nefnd, sem eru reyndar ekkert aukaverk en oft nefnd það, að það verði bara hægt að rukka, það verði bara inn í launum presta. Greiðslu fyrir aukaverkin bara lögð af. Það er alltaf það besta. Þannig að auðvitað er það starf presta að gifta og skýra og ferma og allt þetta. Þetta er inn í þeirra starfi, misjafnt, hvað eru mörg börn og hvernig stað og svo framvegis. En þetta leiðir hugann hjá mér að öðru, varðandi laun presta og þeirra afkomu.
þá vil ég benda á eitt sem ekki hefur komið hér fram á þinginu, sem er gríðarlega stórt mál. Ef að við breytum því að prestar verði venjulegir starfsmenn, eins og stefnir í, þá verða þeir á bakvakt allan sólarhringinn, stór hluti þeirra, og það verður að greiða bakvaktir. Til dæmis hjá læknum er þetta verulegur tekjuauki. Ég get verið ímyndað mér að tekju presta á landsvísu, ég var svona aðeins að hugsa að reikna þetta út á það, þetta er ekkert nákvæmt, þetta er bara sem mér finnst, geti skotið á, að laun presta á landsvísu getur hækkað 250 milljónir vegna bakvakta. Það er svo að allir starfsmenn sem binda sig á bakvakt fá greitt fyrir það. Það er ekki hægt að komast hjá því, en embætti fá það ekki. Það er þannig. Og þeir fjármunir sem að þarf að nota til þess að greiða bakvaktirnar koma ekki frá kirkjujarðarsamkomulaginu. Það er ekki reiknað með því þar. Við skulum hafa það í huga líka. Þessir fjármunir koma úr kirkjumálasjóði. Það er alveg ljóst. Það er ekkert annað til. Ég tel það algjörlega ábyrgðarlaust að skoða þessi mál ekki alveg ofan í kjölinn. Og það hefur komið fyrir hér á þinginu og við höfum farið fram úr okkur og það er eðlilegt. En það er oft stundum gott að vera gamall og grár og hafa nokkra reynslu á bakinu. Takk fyrir. Takk. Skúli S. Óskarsson tekur nú til máls. Já, þetta er margt áhugaverð tillaga og ætti kannski líka heima bara á vettvangi prestafélagsins og einhverjar eða kjaranefnda kirkjunar eða eitthvað slíkt, en ég þakka nú Steindóri fyrir að miðla okkur þessum fróðleik og hann er náttúrulega þekkir öll þessi mál út og inn, en það er alveg rétt sem að Steindór segir að þessi verk sem við köllum aukaverk eru það náttúrulega alls ekki, og ef við leiðum hugan að því þá er þjóðkirkjan kannski hvergi sýnilegri heldur en það sem að við erum inn í þéttskipari kirkju, erum að kveðja einhvern samferðamann og sá aðili inn í kirkjunni sem þekkti minnst til hans talar hann, presturinn, og af hverju? Jú, hann er að miðla þarna þeirri grunnhugmynd kirkjunar sem við getum kallað þeirn almenna prestdóm eða prestdómskýrðra, og hefur einmitt komið fram í umræðum hér að með framlagi sínu til fjölskyldu samfélags þeirra sem stóðu honum næstir þá hafi viðkomandi á sinn hátt verið að leggja sitt af mörkum til þess samfélags sem að kirkjan er hluti af og á allt sitt undir. Þannig að það er alveg orðið tímabært að endurskoða það frá grunni af hverju þessi mál eru kölluð aukaverk og af hverju þessi verk eru aukaverk og af hverju þau eru ekki hluti af okkar bara starfsskipulagi og verkum, því að í rauninni er þetta miklu meiri sem sagt og eðlislægari þáttur starfsþjóðkirkjunar að sinna slíkum athöfnum og auðvitað tímamótum á lífi fólks eins og önnur svokölluð aukaverk gera, heldur en klúbbastarf eða smáhópastarf, eins mikilvægt og það kann að vera. En það er auðvitað full ástæða til þess að fólk fari að setjast niður og hafa þá auðvitað stjórn prestafélagsins með í því samtali og í raun fara að skilgreina þetta sem kjarnastarf en ekki aukastarf. Þá tekur til máls Hermann Ragnar Jónsson. Forseti, já, þetta er viðkvæmt og erfitt mál
En af því að Skúli talaði að stjórn prestafélagsins hefði ekki komið að málinu, en ég sé það í greinargerðinni með leyfi forseta, hér í 6. málslið, ef að nafnið minn getur sett það upp. Það stendur: stjórn Prestafélags Íslands hefur nú óskað eftir því að Þjóðkirkjan biskupsstofa taki á sig kostnað vegna innheimtu aukaverka presta í tengslum við andlát. Ég veit ekki neitt skipulag á Íslandi sem að gerir ráð fyrir því að einhver einn aðili gefi út óútfyllta ávísun á greiðslu. Ég veit ekki, man ekki eftir einu svipinn. Þarna verið að gefa út óútfyllta ávísun að vísu bara til næstkomandi áramóta og svo spurning bara hvað kerfi tekur við eftir það. En í þessu verið að lofa greiðslu eða standa við greiðslur, og ef við tölum bara tilfelli sem geta komið upp á og koma örugglega í veruleikanum upp á hjá prestum, að þeir eru að sinna fjölskyldum frá öðrum trúfélögum, eða búum sem að eiga ekki til fé til að greiða fyrir þjónustu, þá er biskupsstofa eða Þjóðkirkjan að skyldu að greiða þennan kostnað. En við þurfum að, ef við samþykkjum þetta fari í gegn, þá þurfum við að gera það með opin augun og átta okkur að því að þetta er opin ávísun. Takk. Þá tekur til máls Anna Gretarsdóttir. Já, forseti. Mér langar til þess að minna okkur á það að þetta er eitt af því sem er afleiðing af viðbótarsamkomulaginu. Í raun og veru ekki viðbótarsamkomulaginu, heldur vilja yfirlýsingunni sem fylgdi. Og kannski allavega var ég í þeim sporum að átta mig ekki á því að þetta myndi fara svona hratt í gegn. Þannig að við erum eiginlega með mál sem að kirkjuþing verður að taka sem afleiðingu af því og finna ykkur leiðir varðandi ekki kannski bara útfararkostnaðinn, þó að hann liggi hér undir, heldur allar þessu aukaverkagreiðslur, og ég tek undir það, ég hef þá skoðun að þetta ætti að vera inn í launum okkar presta. Og til dæmis væri eitt kerfi þannig að ef að sóknarbörnin leita til sín sóknarpresta eða þeirra presta sem eru ráðuneytið þess prestakall sem að sóknarnir tilheyra, að þá væri þjónustan frí, ef þú ferð út úr það þá þarftu að borga. Og svo væri önnur gjaldskrá miklu hærri ef þú værir ekki í þjóðkirkjunni. Við getum bara búið til svona kerfi sem að bara virkar vel, og þá ætlum ég að koma að kostnaðaráætluninni. Það er einhver tekjulind upp á 5% af allri innheimtu sem einhver er að fara að fá. Ætlum við að fá það? Eða ætlum við að láta eitthvað annað batteri fá þessi 5%? Við þurfum að taka ákvörðun þetta, og mér finnst 5% mjög hátt, það er gert ráð fyrir því þarna, og ef að það er farið af stað samtal, sem við grunar nú, að þá er búið að læsa samningsstöðuna með kostnaðaráætluninni sem fylgir málinu. Það finnst mér ekkert sérlega gott. En aftur sem hefur komið fram hérna og er ítrekað í málinu, þetta er bráðabirgða ákvæði til áramóta, og ég held að við verðum að fara þessa leið en finna svo á þessum mánuði sem eftir á þessu ári eitthvað módel þar sem við horfum til framtíðar og hendar okkur kirkjunni og þjónustunni fólki til framtíðar. Takk. Þá tekur til máls Guðrún Karls Helgudóttir og eftir henni Guðmundur Þór Guðmundsson. Forseti, ég held að við eigum að samþykkja þetta. Persónulega finnst mér þetta ekki endilega besta lausnin.
En ég held að við eigum að samþykkja þetta er fram að áramótum, þetta til að brúa ákveðið bil, þetta til að taka afleiðingum af því sem við samþykktum sjálf. 5% svolítið hátt. Ég sjálf að nýta mér þjónustu til þess að innheimta fyrir athafnir þar sem ég sendi í heimabanka hjá fólki og það ekki við 5% sem ég greiði fyrir þá þjónustu. Þetta er mjög hátt gjald og mér finnst ekki sjálfsagt að greiðin svona mikið fyrir þetta því að þetta náttúrulega engin smá fjöldi sem að fara að nýta sér þetta á einu bretti. Og við skulum alveg átta okkur því að við erum að taka þessa peninga úr okkar eigin potti. En það er eitt gott við þetta. Það er að við neyðumst til að breyta okkar launakerfi. Það er ekki gott að vera að rukka sérstaklega fyrir athafnir og ég held að séu ekki margir prestar sem eru á móti því að við förum í að breyta þessu. En það verður svo lítið vandarsamt því að það má náttúrulega ekki verða kjaraskerðing úr því. Prestafélagi mun aldrei samþykkja það. En það er komin tíma og við þurfum að endurhugsa þetta og það er eina góða við þetta. Takk. Og Guðmundur Þór, gjörðu svo vel. Já, forseti, örstutt að því að ég hef haft aðkoma að þessu máli og þekki þetta dálítið. Það er best að halda því til haga í fyrsta lagi að dómsmálaráðherra hann sinnti í rauninni ekki þeirri skyldu sinni að uppfæra gjaldskrá presta vegna þessara þjónustu allanga hríð. Þannig að það var haft dálítið af prestum því leitinu til. Ég held að uppfærsla hafi síðast átt sér stað 2016. Nú er búið uppfæra þetta loksins í sem sagt réttarfjárhæðir gjaldskrána. Í annan stað þá sendi biskup Íslands umsögn til Alþingis vegna frumvarps til breytinga á lögum í kirkjugarða þar sem tekin var út skyldan til að greiða þetta. Biskup bað að þessu yrði frestað til, ég held, áramóta og enda hefði það engin áhrif á fjármál ríkisins og ríkið ekki fyrir neinu tjóni en því miður þá var ekki fallist að það þó að fallist var á aðrar breytingatillögur biskups, 2 af 7. Þannig að sú viðleitni til að verja þetta kerfi og gefa kirkjunni kost á að bregðast við og ræða málin og skipa þeim á annan veg, því var ekki viðkomið. Ég nefndi hér í umræðum fyrir nokkru að prestar hefðu fengið, eða það hefur ákveðið að hækka launin 1. júlí og þetta er að einu liti svipað í mínum huga. Sko, ég vil ekki kannski nota svo sterka samlíkingu og tala að sparka í liggjandi mann en þegar mönnum í rauninni gert ókleift eins og prestum og í kirkjustjórninni að hittast og taka ákvarðanir vegna samkomubanns sem við öll þekkjum þá er dálítið ósanngjarnt að það verði til tjóns, fjárhagslegs tjóns ef ég má nota það orð kjör tiltekinnar mikilvægra stéttar sem sagt presta þjóðkirkjunnar. Og þess vegna finnst mér þetta að vera réttlætis og sanngirnismál að þetta nái fram að ganga. Þetta er einungis til áramóta. Varðandi innheimtu þóknun þá sé ég að minnsta kosti fyrir mér að það verði gerður samningur 3 aðila þetta eða sameiginlegur skilningur fenginn. 5% hljómar það dálítið hátt í mín eyru, sérstaklega ef viðsemjandinn er aðeins 1 og greiðslur eru tryggar. Þannig að þá einfaldlega bara eftir það að semja þetta og ef að menn ætla að vera stífir á innheimtu þóknun þá getur alveg komið til skoðuna hvort að það er hægt að fara einhverjar aðra leiðir í þessu máli til að hafa kostnaðinn eðlilegan. Ég vona að þetta hafi aðeins sýnt aðra hliðar á málinu líka til viðbótar öllu öðru. Takk. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs. Vill framsögumaður taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins örstutt. Ég vil bara taka undir með Guðmundi Þór. Þetta er réttlætis- og sanngirnismál að gera þetta svona í þennan stutta tíma sem eftir er af þessu ári. En þetta er líka það góða við málið að það vekur okkur til umhugsanir það eins og við höfum mörg oft verið að ræða. Það er launamálin og þessu aukaverk sem eru sannarlega engin aukaverk. Og það er svolítið niðurlægjandi að tala
að útför, skírn og gifting sé aukaverk pressins. Við verðum bara að breyta þessu málfari. Þetta er ekki aukaverk. Þetta er ekki aukaverk, þetta eru mikilvægustu verkin í rauninni sem að prestarnir sinna öllum í þjóðfélaginu. Ég ber það þá undir þingið, þetta 32. mál, sem tillaga til þingsályktunar greiðslu útfararkostnaðar, hvort menn samþykki það að hún fari í aðra umræðu. Og að hún fari í fjárhagsnefnd. Takk fyrir. Þá tekið fyrir 33. mál, tillaga til þingsályktunar skipun starfshóps til mótunar stefnu varðandi útfærslu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. Og framsögumaður Gísli Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, tillagan svohljóðandi. Kirkjuþing 2020 samþykkir að skipa starfshóp 3 fulltrúa til að fara yfir stöðu fasteigna þjóðkirkjunnar og gera tillögur nánari útfærslu fasteignastefnu hennar og þá sérstaklega hvað varðar 1. og 2. málsgrein. Starfshópurinn skilir niðurstöðum sínum til Kirkjuþings 2021. Greinargerð. Nefndin telur mjög brýnt að unnið verði að því hið fyrsta að móta markvissa stefnu það hvernig markmiðum 1. og 2. greina fasteignastefnu þjóðkirkjunnar verði sem best náð. Í 1. grein fasteignastefnunnar segir til að styðja þjónustu þjóðkirkjunnar, hlutverk hennar og markmið skulu lagðar til fasteignir þar sem nauðsyn krefur og eftir því sem fjárhagur leyfir og stefna þessi mæli nánar fyrir Í ljósi þessara greinar þarf að móta stefnum það í hvaða prestaköllum sé nauðsynlegt þjónustuna vegna að þar séu pressetur og eða pressetursjarðir. Við þá stefnumótun skal það meðal annars haft í huga að jafnræði sé gætt innan prestakalla þar sem fleiri en einn prestur þjóna. Í 2. grein segir þjóðkirkjan varðveitir auk þess tilteknar fasteignir þykir sérstök söguleg, menningarleg eða önnur veigamikil rök hníga til þess. Kirkjuþing ákveður hvaða fasteignir aðrar en kirkjur skulu varðveittar hverju sinni á þeim grundvelli. Ráðstöfun þeirra fasteigna kirkjunnar sem falla undir 2. grein fer eftir stefnu þessari og gildandi réttarheimildum á hverjum tíma. Í ljósi þessara greinar mjög brýnt að mótu sér stefnum það hvaða fasteignir skulu vera áfram í eigu kirkjunnar, jafnvel þó þær séu ekki nýttar í þágu prestþjónustunnar og hvaða eignir megi hugsanlega selja. Jafnframt þá einnig mjög mikilvægt að markvisst sé unnið að því að þær eignir sem ekki eru seldar skili viðunandi arði. Ég vil aðeins geta þess að vegna þess að fyrir þinginu liggur tillaga eignastefnu þjóðkirkjunnar að þá finnst mér það vera annað mál, töluvert annað mál og ég held að það sé ekki ráðlegt að setja þessi 2 mál saman í eitt. Fasteignastefna þjóðkirkjunnar getur vissulega verið hluti af eignastefnu kirkjunnar en þannig erum við fyrst og fremst að tala framkvæmda hóp sem fer inn í það að skoða akkurat varðandi fasteignirnar hvað sé eðlilegt eiga og hvað sé eðlilegt að setja á sölulista. Hingað til hefur þetta verið dálítið svona tilviljunarkennt hvaða fasteignir lenda á listanum hjá okkur. Og þessi tillaga miðar að því að setja þetta í fastara form. Reyndar þegar ég bar upp breytingar á fasteignastefnu kirkjumálasjóðs fyrir 2 árum minni mig, og þá fór ég yfir fasteignastefnuna og lagði til ýmsar breytingar og þar var ég með inni svona sett inn til pröfu nokkrar jarðir sem ætti ekki að selja vegna sögulegs, menningarlegs eða einhvers annars sem væri í samræmi við stefnuna. En þá fór að koma svona
hugmyndur að bæta þessum stað inn og hinum og þannig að það var enda með þessi grein var tekin út. Og þá voru menn að tala það að eðlilegt væri að í framhaldinu þá myndi einhver hópur manna sem kannski þekkti vel til fasteignamálana fara yfir listan. Þetta náttúrulega listað upp allar fasteignir sem við vitum og reynt að finna út úr því hvað best við þær að gera, búa til þannig stefnu. Varðandi það, ég var nú búin að vera lengi að sýsla með fasteignir þegar ég var í kirkjuráði, að þá vissi ég til dæmis ekki sem ég sá einhver tímann í fréttum að kirkjuráð ætlaði að selja eign sem reyndar var ekki á sölulista, þannig að kirkjuráði raun og veru gat það ekki, en þetta kom samt fram í fréttunum og það var flugskýli í Önundarfirði, Holti í Önundarfirði, veit ekki hvort að flugvöllurinn var með, en þetta þó ég hefði verið sýslið þessi mörg ár, þá hafði ég ekki hugmynd þetta. Svona bara dæmi og fyrst að þetta dæmi til, þá voru örugglega til fleiri dæmi. Orðið laust 33. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá fyrri umræðu lokið. Lagt til að málið fari í síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt daggjörð svo gera merki, takk fyrir. Lagt til að málið fari í fjárhagsnefnd, til fjárhagsnefndar, þeir sem að samþykja daggjörð svo vel að gefa merki, takk fyrir. Þá fyrir tekið 34. mál tillaga starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa, flutt af biskup Íslands og forsætisnefnd á þingskjali 34, þetta fyrri umræða og til máls tekur framsögumar Agnes M. Sigurðardóttir. Já, ég flyt tillögu starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa. Fyrsta grein. Tilgangur starfsregluna þessara að tryggja að allir prestar og prófastar hafi þá starfsaðstöðu og búnað sem preststarf útheimtir og fái greiddan, eðlilegan og sanngjarnan raunkostnað af rekslu starfa sinna. Önnur grein. Skrifstofukostnaður vegna starfa presta og prófasta greiðist sem hér greinir. A. Vegna afnota af tækjabúnaði sem prestur leggur sjálfur til, það tölvuprentara og farsíma greiðast krónu 10.000 á mánuði. B. Vegna rekstrar vara til skrifstofurekstrar greitt samkvæmt útlögðum kostnaði þó aldrei hærra en 40.000 á ári. Heimild þjóðkirkjunni biskupsstofu að áskilja að rekstrarvörur séu keyptar hjá tilteknum birgjum. C. Símakostnaður greiddur á þjóðkirkjunni biskupsstofu fyrir eina farsíma áskrift fyrir hvert preststarf þó aldrei hærra gjald en 4.500 á mánuði. D. Póstkostnaður greiddur á þjóðkirkjunni biskupsstofu. E. Kostnaður vegna pressklæða greiðist af launum, með launum, krónu 1614 á mánuði. Þriðja grein. Nú hefur prestur eða prófastur ekki aðgang að skrifstofu í kirkju, safnaðarheimili á pressetri eða annar staðar og skal þá hlutaðeigandi sjá sér fyrir skrifstofurými ásamt húsgögnum. Skal greiða honum til viðbótar vegna afnota af því skrifstofurými krónu 12.000 á mánuði og af húsgögnum á skrifstofu krónu 4.167 á mánuði. Fjórða grein. Árlegur aksturskostnaður vegna press- og prófastarfa greiddur samkvæmt rafrænni akstursdagbók. Skila skal akstursskýrslum rafrænt til þjóðkirkjunnar biskupsstofu fyrir fyrsta hvers mánaðar á því formi sem stofan ákveður. Skal greiða vegna aksturs næstliðins mánaðar að jafnaði innt af hendi fyrir 15. hvers mánaðar. Biskupi getur falið prófasti að fara yfir akstursskýrslu prests í prófastdæminu. 5. grein. Leggja skal prestun til hemp og kraga samkvæmt nánari ákvörðun biskups Íslands. 7. grein. Greiðslur samkvæmt starfsreglum þessum verða einungis inntar af hendi til þeirra presta sem skila þeim starfsskýrslum sem skylt samanber 3. grein starfsreglna presta númer 1110 frá 2011 með síðari breytingu. Hafi mánaðarleg starfsskýrsla ekki borist innan 2 mánaða frá lokum þess mánaðar skulu greiðslur til hlutaðeigandi samkvæmt starfsreglum þessum stöðvaðar uns úr hefur verið bætt. 7. grein. Til að tryggja markmiði 1. greinar sé náð biskupi heimilt að semja tímabundið annað fyrirkomulag akstursgreiðslna samkvæmt 4. grein við sérstakar aðstæður.
Þá er biskupi heimilt að veita tímabundið undanþágu frá tímamörkum þeim greinir í 7. grein starfsreglna þessara við alveg sérstakar aðstæður, svo sem vegna veikinda eða annara sambærilegra ástæðna. 8. grein. Þjóðkirkjan gefur árlega út yfirlit yfir greiðslur til hvers press og prófast sem fær greiðslur samkvæmt starfsreglum þessum, skal það aðskilið launaseðli. 9. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 59. grein laga stöðustjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 öðlast gildi 1. janúar árið 2021. Frá sama tíma falla brott starfsreglur rekstrarkostnað pressembætta og vegna prófastarfa nr. 819 frá 1999 með síðari breytingum. Ég ætla að lesa hérna úr greinagerðinni sem fylgir þessu máli. Núverandi starfsreglur rekstrarkostnað pressembætta og vegna prófastarfa eru í grunn frá árinu 1999 þótt þeim hafi verið breytt nokkrum sinnum síðan þær voru upphaflega settar. Þær eru byggðar á því að greiða prestum fastar mánaðarlega greiðslur vegna rekstrarkostnaðar pressembætta og prófastarfa og leitast við að áætla fjárhæðir greiðslna fyrirfram. Ljóst að slíkt fyrirkomulag getur ekki alltaf tekið mið af raunverulegum aðstæðum. Ástæða þykir því til að endurskoða þetta fyrirkomulag. Tekið verði upp nýtt kerfi sem miðað verði við að greiðslur nái einungis til þess kostnaðar sem raunverulega stofnað til og eins til að tryggja að engin prestur beri sjálfur kostnað af þjónustu sinni. Í því skyni eftirfarandi lagt til. Lagt til að prestum verði lagt til sumt af því sem til rekslu prestars þarf í stað endurgreiðsla á áætluðum kostnaði eins og nú er. Má þar til dæmis nefna rekstur farsíma og hugbúnað. Ennfremur lagt til að í sumum tilvikum megi áskilja að prestar kaupi rekstrarvörur til skrifstofu rekstrar hjá birgjum sem Þjóðkirkjan Biskupsstofa hefur innkaupasamninga við og sem getur leitt til betri kjara vegna umfangsviðskipta í stað einstaklingsbundinna viðskipta. Hugsanlega má heimila að stofna til reikningsviðskipta þegar fram í sækir. Til dæmis getur prestar fengið aðgang að þjónustusíðu Íslandspósts og stofnað til reikningsviðskipta vegna bréfpósts sem þeir kunna að þurfa að senda í þágu starfa sína. Sumt þykir fara betur á því að prestar fái greiðslur mánaðarlega í stað þess að gæðin séu lögð til. Það einkum að ræða búnað eins og fartölvu, farsíma og svo framvegis, en mjög einstaklingsbundið hvaða búnað hver vill nota. Þá metið hvað venjulegur, boðlegur búnaður kostar og hann afskrifaður á tilteknum tíma í samræmi við almennar venjur og hefðir. Greiðsla þá innt af hendi til samræmis við það mánaðarlega. Eðlilegt að þeir sem ekki hafa aðgang að skrifstofuaðstöðu fái greitt sérstaklega fyrir það að leggja sér til starfsaðstöðu sjálfir. Hins vegar óeðlilegt að greiða prestum fyrir slíkt í þeim tilvikum að starfsaðstaða lögð til viðkomandi eða að kostnaðarlausu. Hefur verið það að ræða í mörgum tilfellum að kirkjan leggi prestum til 2 skrifstofur, falli verði frá því. Ákvæði að rekstrarkostnaði sé greiddur af hálfu vegna aukaþjónustu og veikindaleyfa sé greiddur óeðlilegt. Raun kostnaðar greiðsluviðmið þau sem lagt til að tekið verði upp í tillögum þessum eiga mæta öllum viðbótarkostnaði sem af aflýsingaþjónustu hlýst. Greiðsla vegna búferlaflutninga falli niður enda hafa laun presta batnað mikið frá fyrri tíð og slíkir styrkir því tímaskekkja. Lagt til að biskupi verði heimilt að semja tímabundið annað fyrirkomulag akstursgreiðslna samkvæmt 4. grein við sérstakar aðstæður. Þykir rétt að gera ráð fyrir að aðstæður geti skapast sem geta réttlætt slíkt fyrirkomulag tímabundið. Lagt til að greiðslur til prests verði stöðvaðar ef skýrslur berast ekki innan 2 mánaða frá lokum þess mánaðar sem skýrsla skyldi berast. Þó þykir rétt að gera ráð fyrir að töf á skýrsluskilum geti átt sér eðlilegar ástæður og því gert ráð fyrir að biskup geti veitt undanþágu frá þessum tímamörkum skýrsluskila. Lagt til að greiðslu starfskostnaðar verði aðskildar launaseðlum til að undirstrika mismunandi eðli þessara greiðslna. Síðan kemur í greinagerðinni umsögnum hverja einustu grein eins og títt þannig sem ég ætla ekki að lesa en legg máli hér fram til annar umræðu og fjárhagsnefndar og legg til að fara í fjárhagsnefnd.
Orðið er laust 34. mál. Til máls tekur Skúli Ólafsson og síðan Guðrún Karls Helgadóttir. Já, ég þakka þetta mál og væntanlega þetta hluti af talsverðri endurskoðun sem verður á þessu sviði. Þarna gefst tækifæri, ég deili því með ykkur að vinna ef á að miðla til dæmis hugbúnaði til presta, þá sé ég jafnvel fyrir mér að það væri hægt að útbúa einhvers konar dagatal sem væri samtengt skýrslugerð, mánaðarlegri skýrslugerð presta. Það sem að prestar fylltu inn á dagatalið ákveðnar staðlaðar setningar sem að tengjast því sem kallað er eftir í skýrslugerðinni og þar með væri þetta nokkuð sjálfkrafa, væri þetta bara yfirferð í lok hvers mánaðar og þar með fengi kirkjan miklu betri yfirsýn yfir störf og verkefni þjónu sinna. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, eins og kemur fram í þessu máli þá komin tími á að breyta því sem áður kallaðist embættiskostnaður og heitir nú starfskostnaður eða mun heita það. Og það eðlilegt að prestar fái greiddan þennan kostnað út frá þörf og notkun og aðstæður okkar eru mjög ólíkar í dag og það ekki gott. Því þurfum við svo sannarlega að breyta. Mér langar bara að beina því til fjárhagsnefndar að þetta verði rætt við Prestafélag Íslands, við kjaramálafulltrúa. Þetta hefur ekki verið rætt neitt við Prestafélag Íslands og þetta mjög mikil breyting sem á að samþykkja hér á kirkjuþingi. Við þurfum að sjá hvaða útreikningar eru á baki, hvernig þessar tölur eru fundnar. Og þetta eitthvað sem Prestafélagi þarf að vera inn í og gera í góðri sátt við Prestafélagið. Þetta með starfsskýrslurnar, þarna eru þær aftur komnar inn og það svo sem ein leið, það að refsa okkur fyrir að skila ekki starfsskýrslu með því að borga okkur ekki fyrir vinnun okkar. En ég held samt að áður en að það verði gert, þá þarf að laga þessar blessuðu starfsskýrslur því það ástæða fyrir því að prestar ekki að skila starfsskýrslum betur en raun ber vitni. Það reyndar ekki nein góð skýring á því að ef prestar ekki að skila embættisskýrslunum þar sé að sókna prestar. En starfsskýrslurnar, þær eru bara ekki góðar og auk þess sem að það ekki verið að nota þær í neitt. Þannig að breytum þeim fyrst, svo má fara mögulega að skoða það hvort okkur verði refsað með því að halda einhverjum greiðslum frá okkur ef við skilum þeim ekki innan 2 mánaða. En fyrst og fremst þetta, það þarf að ræða þetta við Prestafélagið, það þarf að skoða, þarf að gera þetta í skátt og skoða þetta betur. Takk. Áður en ég gef næsta ræðumanni orðið, þá ætla ég bara að geta þess að biskupinn varð að fara á fund út í bæ hjá hinu íslenska biblíufélagi. Hún var búin að lofa sér þar fyrir löngu og að hún var að lesa, hafði verið prentað út fyrir hana skjal sem það annað sem að þeir eru með í gagnaherbygginu. Þannig að nýja staufærslan svo rétta en hann Guðmundur Þór Guðmundsson mun bara bæta við í umræðuna hér í restina þegar að í staðinn fyrir biskup. Og þá tekur til máls Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni Hildur Inga Rúnarsdóttir. Má ég bara spyrja, við komin rétt skjal? Já, það rétta skjal inn í gagnaherbygginu. Já, ekki þessar biskuplar. Ekki þessar biskuplar. Já, ok. Já, forseti, ég skil ekki alveg af hverju þetta mál lagt hér fram, af því það algjörlega órætt og ég einhvern veginn lít svo á að þetta hljóti bara að vera vinnuskjal sem á eftir að vinna betur og ræða á öllum réttu stöðum. Minni líka á að við erum með hérna mál fyrir þinginu þar sem við ætlum að skipa kjaranefnd
minni líka á 7. málið sem fjallar einmitt starfskostnaðinn. Þannig að ég var bara svo undrandi þegar ég sá að þetta var komið inn og það kom líka frekar seint inn. Því að þetta hluti af þessum pakkaöllum sem við erum að ræða en það liggur líka náttúrulega fyrir að kirkjuþing samþykkir síðan fjárhagsáætlun. Og það innan hennar fjárhagsáætlunar sem að kjaranefndin hlýtur líka að starfa. Þannig að mér finnst þetta mál þurfi bara að vinna miklu, miklu betur og skoða mun betur líka og við getum ekki einhvern veginn fara að taka afstöðu til einhverja krónutala í þessu samhengi hér. En mér langar svo líka að skoða eitt hérna með ykkur sem að vekur meil til ennþá meiri umhugsunar. Hversu heppilegt er það að biskupinn er komin í þá stöðu að leggja fram mál sem að snýr að kjörum presta með þessum hætti. En þá er það svo að starfskostnaðurinn er á launaseðlum presta. Þó að það verður kannski breyting á því, en þá er það ennþá þannig. Og þetta er alveg óháð því hvort er að ræða betri eða lakari kjör fyrir prestastéttina. Við höfum nokkur sinnum rætt hér að við erum kannski ekki alveg eins og hvert annað fyrirtæki, kirkjan, en biskupinn er yfirmaður presta, biskupinn ræður presta, biskupinn getur núna líka skrifað undir uppsagnarbréf presta, biskupinn er hirðir, biskupinn er fyrirbiðjandi og biskupinn á að gæta að einingu kirkjunar, en svo var hann einhvern veginn líka að leggja fram mál sem kunna vera umdeild kaup og kjör og það sem snýr að launaseðlum presta. Og þetta er bara, held ég, svolítið sem við þurfum að skoða og ræða saman. Og mér finnst þetta að vera eina af þessum áskorunum sem að við stöndum núna frammi fyrir á ákveðin tímamótum í kirkjunni. Og það er svo mikilvægt að við ræðum þetta vel. Og það er líka, mér finnst þetta svolítið kristalstall líka í því sem að forseti sagði hér að því biskupinn þurfti að víkja að fundi vegna þess að hún hefur öðrum skyldum að gegna. En þá er það með fullri virðingu, Guðmundur Þór, skrifstofustjórinn sem kemur síðan og heldur að hann útskýra málið. En málið er samt flutt af biskup Íslands og forsetisnefnd líka. Þannig að mér finnst þarna við vera einhvern veginn fann að flækja hlutum svolítið saman og við þurfum að ræða þetta. Hvernig í hvaða hlutverki er biskup Íslands? Og kannski bara rétti vettvangurinn einmitt svo sem að forseti kirkjuþings nefndi að hún hefði boða til málþings þar sem við ræðum kannski einmitt þessi mál. En ég vildi nefna þetta í þessu samhengi og treysti því að þetta vinnuskjal verði unnið betur. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir og eftir henni Arna Gretarsdóttir. Frú forseti, er það óviðeigandi á háttvirtu kirkjuþingi að segja loksins skrifstofukostnaður. Ég get ekki keypt, það er ekki til hefti á embættiskrifstofan og þingari sem ég ekki keypt sjálf. Það er ólíkur raunveruleiki, þannig ég er mjög fegin, hver svo sem niðurstaðan verður, þá er ég mjög fegin að skuli minnstakosti verið að skoða þetta. Og það að það sé fólk að vakna með það að við séum að borga fyrir nettengingu til dæmis sem ekki inn á embættiskostnaðinum í dag. Ég skul kalla skrifstofukostnað fyrir ekki skrifstofukostnað. Að maður þurfa að kaupa tækin, hann reiðar hérna sessunuti minn að því ég var að leita nefnilega ljósritavél í morgun sem geti fungerað sem prentari líka, minn er frá síðustu öld. Mér langar þess að geta prentað svona sunnudagsskólamyndir í lit, á þess að fara 15 blekilk í það. Ég var búin að finna eina fyrir 500.000, hann er búin að redda mér í 200.000. Það er skrifstofukostnaðurinn farinn. Bara æðislegt, ég bara fagna þessu mál. Ég veit að þetta er að gera fullt af hlutum og vinna með það, en bara æðislegt. Takk! Ég vissi það þegar ég sá 2-faldan regnboga í morgun, þetta er góð dagur. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni Steindór Haraldsson.
forseti. Já, þetta er sko framsýnt mál og ég held að þetta sé mál sem að þarf að þroska vel og taka tíma. Ég sé alveg starfsreglurnar hjá norsku prestunum þarna í gegn, sérstaklega þegar við verðum að tala um starfsstöðunar og það hlýjaði mér svolítið, kannaðist við umhverfið. En ég velti fyrir mér orðunum eðlilegan og sanngjarnan, bara fái greiddan kostnað á rekstri starfa sína. Af hverju það ekki bara einfalt? Hvað verið að segja eðlilegan og sanngjarnan? Það þýðir við ætlum að semja þess þetta, hvað það kostar ykkur að sinna starfinu ykkar. Varðandi farsímanotkunina að þá það þannig að það og mér þykir gott það sem að kemur þarna fram að það sé þá greitt ákveðið fjárhæð og við gætum þá keypt okkur það tæki sem við viljum nota. Hins vegar varðandi kostnaðina af rekstri farsímans þá erum við eiginlega komin held í það kerfi að farsíminn sem inn í pakka, heimilispakka held ég bara allra presta. Af því að við erum rekin á okkar eigin kennitölu, sem sjónvarpið, sem internetið, það eru flest allir búin að ná sér í tilboð hjá þessum fyrirtækjum sem með þessa pakka. Þá erum við komið tvöfalt farsímakerfi. Ég sé tækifæri því, sem þýðir að þegar ég ekki í vinnunni, þá legg ég bara síman frá mér og ég ger ráð fyrir að sé ykkur annar á vakt. Hvert erum við komið þá? Nákvæmlega þangað sem við erum svolítið mörg búin að tala lengi og Steindór kom inn á áðan. Við erum komið vaktakerfi og það kostar líka eitthvað. Þannig að núverandi fyrirkomulag gefur okkur svigrúm til þess og tíma til þess að fara inn í breytingar sem kosta miklu meira heldur bara að breyta þessum starfskostnaði sem ég ætla að ítreka aftur. Ég bara fagnaði að við séum að ræða þessa leið. Og þetta er stórt mál og við þurfum að, eins og ég sagði áðan, þroska það. Því að það margt þarna sem gott og annað sem að færir okkur inn í nýja tíma sem að mögulega eru bara tímabærir. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta en ég held að og ég styð hugsunina þarna bakvið og mig langar til þess að það var eitt viðbót sem ég ætlaði að tala um og það var sláandi fyrir mig og kannski tóku þið fleiri eftir því að skjalið sem var lesið upp af framsögumanni var með helmingi hærri upphæðum nánast heldur en skjalið sem við fengum, sem þýðir að það var búið að fara inn í tölurnar og lækkaður nánast helming, líklega kannski 40% ef ég bara svona slæja á það, sem að því, það er búið að ákveða eitthvað sparnað þarna og líklega upprunalega tölurnar eru sá kostnaði sem að verið að greiða í dag. Nú bara ég að gefa mig það. En annars, hugsunin góð, framtíðarsýnin góð. Takk. Það eru núna 4 á mælendaskrá. Ég fer nú að bara loka mælendaskrá. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Gísli Gunnarsson. Forseti, þetta mál, ég hafði ekki tækifæri til þess eða tíma, eða ég gerði ekki, að bera það saman við 7. mál, kannski vegna þess að það kom svolítið seint inn, ég átta mig ekki alveg á því. En ég get heldur ekki haft skoðun á tölum þarna, hvorki þeim hærri en ég læri því að ég bara þekki það ekki. En það er annað sem kom í huga mér þegar við ræðum þessi mál. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að hugsa það og ég ætla bara að segja það hérna, hvað sem hver segir. Hér eru prestar á kirkjuþingi að fjalla greiðslur sér til handa. Þetta minnir okkur á að það er tímabært að fara að skoða hæfisreglur okkur til handa. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta, en mér fannst þetta mikilvægt að þetta kemur fram. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og síðan Gísli Jónasson.
forseti. Ég held að þetta sé nú ekki spennandi umræða fyrir þá sem að hlusta á okkur, að vera að fara eitthvað nákvæmlega onni í þessi mál. Ég stend upp vegna þess að hér fyrir á þinginu var flutt 7. mál. 7. málið var í anda þess sem við höfum rætt taka eitt skref í einu, færa reglur sem eru svipaðar þeim sem við höfum starfað með inn í nýtt umhverfi. Þannig var 7. málið og ég held að sé bara nokkuð, ég gæti ekki heyrt annað en að væri nokkuð góð sátt með það. Hér kemur annað mál sem stangast á að flestu leyti við 7. málið. Þannig að ég vil nú eins og fleiri bara kalla þetta kannski svona ágætt vinnuskjal þegar verður farið að horfa til framtíðar. Þannig að mér finnst aldrei skrítið að fá þessi 2 mál hér inn á þingið svona ólík og bæði nánast frá yfirstjórn kirkjunnar í raun og veru ef við lítum á framtíðarnefndina sem slíka. Þarna sjáum við hvað það er ankannalegt að þú er ekki að nefna embætti því að við erum að tala rekstrakostnað. Við tölum við rekstrarkostnað starfsins. Nei, þetta er rekstrakostnaður embættisins. Þetta liggur bara svo tært fyrir finnst mér að ég skil ekki þetta með ekki tala embætti, ég bara skil það ekki. Nú, skýrslurnar hafa verið nefndar hér og ég er algjörlega sammála Guðrúnu með það að við skulum byrja á því að búa til skýrsluform þar sem menn svona sættast á að fylla út. Formið í dag er ekki mjög aðgengilegt og það er ekkert margir, það eru of margir sem ekki að nota það. Þá er ég að tala starfsskýrslurnar. Þannig áður en að fara að refsa mönnum og taka þeim launin fyrir það að skila þess ekki inn, þá held ég að þurfa að byrja því að reyna að fá menn í liðið með því að breyta uppsetningunni. Og auðvitað þarf að ræða þetta við stjórn Prestafélagsins. Þannig að ég veit að þetta mál verður rætt áfram á næstunni en það er of bratt að setja þetta inn hér. Til máls tekur Gísli Jónasson og eftir honum talar Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, ég kem nú eiginlega hérna bara í pontu sem formaður fjárhagsnefndar sem að fær nú væntanlega þetta til sín ef því verður vísað til nefndar. Og ég verð að náttúrulega viðurkenna það, ég svo sem hafði ekki séð þetta mál áður heldur en bara núna í þinggögnunum. Ég hélt kannski að væri búið að ræða þetta eitthvað við Prestafélagið en úr því að það er ekki, þá auðvitað sýnir það alveg augljóst að fjárhagsnefnd verði þessu máli vísl okkar mun ekki afgreiða þetta mál og geta komið með fullskapað afurð í lok þessa nefndadags í dag. Það hlýtur öllum að vera ljóst. Þetta er miklu stærra og flóknara mál en það og bara það eitt að kalla og leiða saman þá sem þurfa að ræða saman náttúrulega þarf sinn tíma. Mér er ekki einu sinni alveg ljóst þar sem ég stend hér núna hvort að þetta mál að einhverju leyti væri á forræði kjaranefndar ef að hún yrði nú samþykkt eins og lagt til eða ekki. Þetta er ekki launasamningsatriði, þetta er annars eðlis þannig að kannski er þetta engan veginn undir kjaranefnd. En það þarf auðvitað að kanna það líka en þetta er þá allavega fram að þessu hefur embættiskostnaðurinn alltaf verið ræddur milli embættisbiskups annars vegar og svo prestafélagsins og svona náðust einhver konsensus af vísu hér áður var þetta nú bara gefið út af ráðuneytinu svona í eina tíð bara og þá var svo sem ekki sami við einn eða neitt held ég en þannig að ég veit ekki alveg hvaða hátt á að hafa en ég bara lýsi því yfir
hér strax án þess að hafa ráðfært mig við nefndina, þá held ég þori alveg að lýsa því yfir að við munum ekki geta lokið þessu mál í dag, þá fáið þið engin önnur mál frá okkur ef að það ætti að vera og við erum sennilega beðið framlengingu á þinginu. Þannig að það bara, svo það liggi alveg ljóst fyrir. Þetta hlýtur hins vegar orð til alls fyrst og hér er verið að leggja til kerfisbreytingu sem að er mjög athyglisvert að skoða og eins og hefur komið fram í umræðun og kannski er þetta bara orður til alls fyrst og það er verið að leggja þetta fram svona sem þarna innlegg í að koma þeirri umræðu af stað. En það sem að trufla mig samt aðeins í því er það að við vitum það út frá umræðinu fyrr á þinginu að það þarf að búa til fjárhagsáætlun sem að þarf að liggja fyrir í nóvember og þar eru menn að gera sér vonir að ná tökum á þessum lið með einhverjum nýjum reglum. Það virðist líka verið ljóst. Og hvort að við verðum tilbúin með það gerir mér ekki grein fyrir en þá er allavega ljóst að verði þetta á forræði fjárhagsnefndar að ganga frá þessu einhverju leyti að þá þurfum við að vinna tölvöld mikið á milli þinga til þess að það mætti verða. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan með Guðmundur Þór Guðmundsson loka umræðinni. Nei, fyrirgeðu, Guðbjörg Arnardóttir. Fyrirgeðu, Guðbjörg mín. Forseti, mér langar að taka undir það sem hefur verið sagt varðandi það að það er náttúrulega ekki gott að leggja fram málið með þessum hætti, að það sé ekki búið að ræða það við kjarafulltrúa og hvað þá Prestafélag Íslands og ég held að það sé alveg nauðsynlegt að vinna þetta í þeirri vinnu sem framundan er með kjaranefnd og öðru að taka þetta allt svona samhliða og ég tek alveg undir það er full þörf á að endurskoða þetta, ég þekki það sjálf með þennan embættiskostnað að hversu ólíkur hann er hjá okkur prestunum og það er ekkert sanngjarnt og ekkert réttlátt við það. Þannig að þetta er allt sem þarf að skoða og það verður auðvitað líka örugglega ekkert, við verðum ekkert öll sammála það nákvæmlega. Það verður auðvitað líka ágreiningsefni kannski hjá okkur. En mér langaði líka að benda á það að þegar prestaköllin stækka og við erum að fara að búa til einhverja meiri starfsstöðvar, að þá þurfa sóknirnar líka að tala sig saman. Ef að það er starfsstöð og það eru 3 prestar þar með skrifstofu á stærsta sóknin að bera allan kostnað af því og það vantar líka samanburð hreinlega á því hvernig sóknirnar sjá skrifstofunar. Sumir prestar fá tölvur og síma og aðrir fá það ekki og þetta er auðvitað eitthvað sem að þarf líka að ræða. Og er allt undir og þess vegna bara, finnst mér flott eins og hefur komið fram, þetta er vinnuskjal sem þarf alveg klárlega að vinna miklu betur heldur en að það sé hægt að samþykkja það hérna núna. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Guðmundur Þór Guðmundsson. Forseti, þetta mál sýnir okkur að við erum komin í voðalegar ógöngur með þetta. Það getur varla verið að við eigum að vera með skjal hér uppi með krónum og aurum sem á að afgreiðast hér á þinginu eða bara á kirkjuþingi yfir eitt. Og hér náttúrulega eins og stundum eru menn að ræða eigin hag. Þetta gengur ekki upp, við verðum einhvern veginn að forma þetta betur þannig að þetta fyrirkomulag það bara einfaldlega gengur ekki upp. Kirkjuþing gæti ákveðið tiltekna upphæð í starfskostnað presta kannski meiri segja meðan að prestar færu fram á meðan. Það væri alveg option og þá er bara ákveðin upphæð
til útdeilingar sem þá væntanlega prestafélagið og kjaranefndin yrðu að sýsla með, sko. En í öllu falli þá þetta alveg snargalið eins og við erum að ræða þetta núna, sko. Og þetta gengur ekki upp. Og bara að lokum, það nákvæmlega ekkert óeðlilegt að tengja greiðslur við skýrsluskil. Það bara ekkert að því. Og þetta þekkist mjög víða. Þekki það sjálfur prívat persónulega með þessu. Þá tekur að lokum til máls Guðmundur Þór Guðmundsson. Forseti, það var algjörlega fyrirvaralaust sem að ég var beðinn að gerast hér hálfgerður biskup og ef að menn hafa athugasemd við það, þá var mér bæði ljúft og skylt að víkja úr því hlutverki hérna. Þetta var bara hugsað til að reyna að skýra út hlutina, ekki af áhrif á eitt eða neitt. Ég þarf að byrja að minna aðeins á það hvernig tímalínurnar hérna eru. Það átti að afgreiða mál framtíðarnefndar í mars, síðan í júní, en við vitum öll að það gerðist ekki fyrr en í september. Því til viðbútar var nóvemberþing fært til septembermánaðar. Það var alltaf talað um það að það væri fullt leyfi til að koma með nýjar tillögur á nóvemberþinginu, þar sem að menn verði ekki bundnir af því að færa bara gildandi regluverki yfir í nýtt umhverfi, heldur nýja hugsun. Og núna nóvemberþingi reyndar í september, í beinu framhaldi af kirkjuþingi 2019 og það skýrir kannski margt hér á þinginu að það fært fram 2 mánuði í sparnaðarskyni og bara allt gott það að segja. Það leiðir hins vegar af sér að mál hafa komið mjög seint fram vegna minni tíma til undirbúnings. Það alveg rétt að geta þess að sá sem hér stendur hefur rætt við kjaramála fulltrúa prestafélagsins óformlega alveg síðan í vor hugsanlegar breytingar til framtíðar á embættiskostnaði og þetta kemur auðvitað upp í tengslu við stofnun kjaranefndar. Við erum og tilurð þessa máls sú að það var haldinn fundur fjármál kirkjunar að viðstöddum forseta kirkjuþings, forseta kirkjuráðs og framkvæmdastjóra, formanni fjárhagsnefndar kirkjuþings, fjármálastjóra, auk mín, ég held ég gleymi engum og það var minnst á þetta í umræðu í öðru máli. Það töluverður halli á biskupsstofu á yfirstandandi ári, fjárhagsáætlun næsta árs leit bara ekkert alltof vel út og það var niðurstaða þess að funda meðal annars svo að menn sáu að það gæti verið hægt að hagræða í þessum embættiskostnaði kannski alltaf 20 milljónir og það ekkert verið að fatta það í dag, menn hafa lengi verið að skoða þetta. Þannig að það ástæðan fyrir að málið flutt. Mér finnst í sjálfu sér skiljanlegt og það ég held að detti svo sem engum í huga að ætlast til þess að þetta verið afgreitt núna í þessari þinglotu. Þá verði þá frekar ef þá annar borð fær framgang. Nú náttúrulega mun væntanlega fjárhagsnefndin taka málið. Síðan rétt að nefna það einnig að menn hafa orðað það hérna að þetta sé málefni sem sortir undir kjaranefnd. Það hugsanlegt og sennilega það algjörlega rétt og það framtíðin, en það veit enginn hversu langan tíma það kann að taka. Þannig að það var lagt upp í þessa vegferð að endursmíða þetta kerfi og ég minni bara á og bið menn að lesa 1. greinina, hvaða hugmyndafræði í þessu kerfi. Hún birtist í 1. grein. Sanngirni, réttlæti, jafnræði. Það ljóst að það muni auðvitað hækka greiðslur til margra presta, ég held ekki hvað síst á landsbyggðinni. Oft hefur mann nú fengið að heyra það að menn hafi tap af því að reka sín embætti á minni stöðum og við höfum sannarlega fallist á það að greiða mönnum til dæmis aksturskostnað vegna gríðarlega langra ferða í þjónustu á stóru svæði eins og til dæmis sem að sumir héraðsprestar þurfa að veita. Þannig að þetta ekki bara verið að skerða eitthvað, það líka verið að vonandi að bæta mönnum upp og rétta hlut sumra. En ég bara treysti fjárhagsnefnd fullkomlega til að fjalla þetta mál eins og önnur og vonandi hef ég aðeins náð þá að skýra það hvernig þetta hugsað innan þessa litla og þrönga tímarama sem við höfum. Takk. Þá umræðu lokið 34. mál, fyrri umræðu og lagt til að máli fari til
Seinni umræðu þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt og lagt til að máli fari til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Ég þarf að geta þess að forsætisnefnd gerir tillögur fulltrúa til þeirra trúnaðarstarfa sem kosið skal til á kirkjuþingi og nefndin skal leggja tillögur sína fram með hæfilegum fyrirvara og gæta þess að tilnefndu fulltrúi sé tilbúin til að taka starfan að sér. Og breytingatillögur við tillögur forsætisnefndar skuli hafa borist nefndin eigi síðar en sólarhring fyrir framlagningu þeirra. Og þetta á þó ekki við kjör til fastanefnda þingsins. En það sem að við þurfum að klára þetta á morgun, að þá mun þessi tillaga forsætisnefndar vera lögð inn í gagnaherbergið núna á eftir, undir möppinni almennt. En þetta eru tilnefningar það er kjörstjórn og það er yfirkjörstjórn og það er matsnefnd og kjaranemnd og úthlutunarnefnd og nefnd fasteignir og nefndu kosningareglur kirkjuþings. Ég vildi tilkynna þetta hér og þá er þessum þriðja fundi lokið. Ég ætla að biðja formenn nefnda að koma hingað inn í þennan sal bara leið og þeir eru búnir að borða og ég ger ekki ráð fyrir að nefndirnar geti hafið störf fyrir en rétt 1:30. En þá er þessum fundi slitið.